21. janúar, þið heyrður rétt, kæru hlustendur, það er ennþá janúar. Það er svolítið eins og þessi janúarmánuður sem er búin að vera í svona 80 daga, en hann er að klárast. Klukkan er 4 og það er árið 2025. Já, þessi mánuður er viðbjöður. Ég var búin að gleyma að hann er langur ókljör. Ég meira þess að fara út í sólinn í 10 daga. Samt finnst mér að búin að vera ógeðslega langur. Ég var í 17 daga, sko. Samt er þetta algjör að djöfus En hei, hann klárast á morgun. Já, en finnst ykkur að vera búin að vera svona lengi? Já, ég bara, minnst hann endar. Sko, ég labbaði frá Lífa með Stonefucker Ég fauk á svellin. Ég var næstu í úti. Já. Og hvað er þetta langt labb? Ég get ekki farið upp K2. Ég er auðvitað það núna. K2? Já, eða Everest. Ég myndi ekki ráða við það. Ég gat valla að labba yfir frá Lífa og erfiðari? Jó, technically er það ekki technically erfiðast það getur hvaða miljónamenningu sem er labbað Everest farið Everest, sko. Það geta allir trúð að fara upp Everest. Það er ekki K2. Það geta ekki allir trúð að fara upp Everest. Þú er moldríkur og borgarinn trúð bara til að koma upp á Everest. Það er ekki. Þú veist að 90% af liðið sem fer upp á Everest það er ekki eins og hald á dótinu. Já, ok, það er enda svolítið sad. Það eru hérna, hvað kallaðist þér? Hérna frá Nepal, okkar bestu menn. Já, frá Nepal. Þeir eru að burðast með þetta, sko. Það eru alvöru menn. Já, sem að labba bara með allt rastlið. Já, þeir fara bara 6.000. Það fara 2 í mánuði að upp, sko, eða oftar. Býtu, þannig að þú átt fullt af pening og langar að komast á toppinu á Everest, getur þú bara leikt eitthvað sem að ber allt fyrir þig. Það er alltaf að æfa það aðeins. Ég ætla ekki að gera mjög lítið úr þessu, en þetta er æfa, þú ferð alltaf í the death zone og ferð það hátt upp í loft að mjög þund loftið þarna, þetta er krefjandi. Flest allir sem fara þarna eru ekki að bera dótið sitt, sko. Okay. Þú ert með guide með þér, þú ert með allan pakkan. Hvað er hættast en þið að farið? Það er það steinin og esjunni? Ég hef ekki farið upp á stein. Ég fyrir halva leið á esjunni. Það farið upp á stein. Bólivía. Nei, ég er að tala um það sem þú lappar upp sjálfur. Þú bara tókst flugvélanga, sko. Já, ég er að segja, þar ertu samt flugvélar eru ekki neðstindi, sko. Nei, en ég Vá, því líka hetja, flugstu til Las Paz. Ég hef líka verið í flugvél. Las Paz í Bólivíu, drengir. Það er aðeins, þá ertu eiginlega komin jafnhátt og grunnbúður Everest, sko. Já, ég er að tala um það sem að þú lappa sjálf. Ég man eftir að ég var bara, við vorum næstu fjallaveikir og það var erfitt að fyrir sokkana sína. Vá, næstu fjallaveikir. Manst ekki, vorum að lappa úti, þú varst með mér, vorum að lappa úti og það var erfitt. Já, það er bara, við flugum. Þú varst móður. Nei, við tókum flugvélanga á lendum, það er ekki eftir. En hefur þú lappað upp á stein á? Já, ég lappaði upp á stein. Já, og ég meira þess að skokkaði upp á stein. Þú lappað meira en ég, þú er aldrei farið upp á stein. Ég er farið upp á stein og ég nenni það ekki eftir. Nú ætlum ég bara að reynskilja. Það hefur verið horni blöð, sko. Nei. Það er ekki hellu. Nei, þetta var bara Hvað varst að gera það? Óskum venjulegu blöð. Þetta var ekkert einhver Já, ég lappaði upp á stein til að fá að ríða það. Nei, ég sem Hvað er eitthvað? En verður alveg reynskilin. Lappaði það upp með hvern manni það? Nei. Hvað, bara þú og Eiður Smári bara að lappa upp sunnudegi? Ég man ekki sem við fóraðum. Þetta var ekki eitthvað date. Og þessu leiðilegt date. Hvað? Það er að hittast þig á hvað ég var að gera. Lappa upp á stein hérna á esjunni. Vel ómerkilegt og leiðilegt. Heilsugella? Þetta var ekki það. Ég myndi alltaf viðurkenna það. Ég myndi að sagt ykkur frá því í blöggastinu að ég fór einn svona stefnumóta sem að pían sagðist ekki drekka og elska lappa upp á fjöll og ég reyndi að ljúga því ég hefði sama áhugamál. Þar hefði ég verið snöggur að segja bara að pottit geggjuð en ég held þetta mun ekki ganga. Ég sé það ekki. Í miður. Þar var þetta, sko, við erum að tala um blöð sem fór á þetta stefnumót. Þetta er 2009 blöð held ég. Og hann var orðin svolítið desperate. Ég var fann að ljúga píum bara, ég hefði áhuga á sama og það, sko. Var það svipuð tíma og getið hraðlistin og sett hann í pottin? Já, þetta er mjög svipað tíma. Þetta er ekki sama stelpansson, sko. Ég seti ekki pottin, ég seti á pönnu. Ég bara gleymd að kveika hann í tventar. En svo er gaman að fá líka bara nýtt áhugamál. Þú gæti fengið nýtt áhugamál í gegnum, en kannski ekki útivistina, sko. Þú nennir ekki. Konur aldur, ég nenni ekki fara að bæta við áhugamálum. Ég hef gaman að því að gambla og golfið kom ekki. Golfið skemmtilegt. Ég er náttúrulega elska fyrir ræktina, ekki miskilja mig. Ég nenni bara ekki að labba upp á fjöll. En sko, segjum að ef við byggjum ekki á Íslandi, við getum labbað upp í esjuna, podcast í eyrunum, í góðu veðri. Það er fullt af fólk að gera það. Já, en þetta er alltaf bara eitthvað ógeð. Sjáu þetta núna. Sjáu þetta viðbjóð sem er hérna hluta. Sko, það er alltaf floti, það er grenjandi rigning, það er samt Ég er með teika á þetta esjudót, sko.
Mér finnst allt í lagi að fara út í göngutúr. Mér finnst það ekkert leiðilegt En ég þarf þá að vera að lappa í hverfum og sjá hús og ég veit ekki alveg, það virkar voða illa fyrir mig að henda mér bara ekkert út í náttúruna. En ekki vera starrið með einhverju glugga þarna. Nei, ég er bara að segja að ég þarf að sjá mannlíf, ég þarf að lappa þú ert alltaf að reyna að sjá eitthvað áhugavert. Ég held að ég sé meira ég er meira til að sjá það náttúruna. Ég er líka að skjóta niður sko, það er nokkri hérna sem er að hlusta sem ég veit er að hlusta sem að verða ekkert alltaf Maja systir og Gretar, þau dyrkja þetta núna, þau eru alltaf að lappa upp á eitthvað fjöll og eitthvað og þau voru alls ekki típunar í þetta og svo eru bara eins og Jóngunar og fleiri sem er alltaf út að hlaupa og fara upp á fjöll og ég bara nennis ekki. Þú veist það eru flestir í þessu. Við erum í mjög algengt. En þetta er gott cardio, þannig ég peppa þetta. Já, auðvitað, ég bara do you. Við erum bara með, við tökum cardio okkar í skvassinu. Talandu cardio, ég tek það í boxinu, drengir. Fyrsta boxaðingi búinn og Tjón er komin á stað. Ég var búinn að segja ykkur að ég ætla að aðeins að taka til á kallinum. Herru, þú sagði að þú hefði verið búinn í skrokknum eftir þetta og hvað, þetta var fyrsta æfing og þú varst ekki eins og náð boksa. Nei, við boksuðum aðeins en málega ég náttúrulega er slæmur í baki þannig að ég er að styrkja það núna og ég er með brjóskljós, tvöfald. Nei, ok, ég hef aldrei heyrt það. Nei, en það sem peppaði mig That is news to me. En það sem peppaði mig það sem peppaði mig er að segja þetta oft. Málega ég heiti fellow. Hvað ætli Steindis er búin að segja oft? Þið virðist gleyma því. Síðustu 4-5 árina sem er tvöfald brjóskljós. Já, svo fekk hann annað ég var til að fá til að tella þetta. Sopnaði baðin á hliðum, og hausinn var svona lafandi fram á baðinu. Mástu þú veldir því? Það gerði ekki gott. Þriðja brjóskljós. Nei, með tvöfald. Herru, en alveg saman hvað hann gerir heima á sér, það er alltaf hlið. Herru, drengir, vitið hvað? Ég hitti fellow boxara á einhverju. Þetta kallaði það fellow boxari. Þú ert ekki boxari sko. Eina boxari. Þessi fellow boxari, hann er búin að æfa í mörg ár og hann er búin að fara að keppa. Hann er boxari og þú ert trúður. Hann er búin að keppa. Þú ert ekki fellow boxari. Horfðu náðu og sagði bara this guy has talent. Nei, ég sá samt að hann var gladur að fá með þinn. Hann sá því út fyndin og skemmtilegur. Nei, hann sá potential í mér. Ég bara 100% hann sá potential. Þú ert fertug fyllibit. Þú ert ekki einhver fellow boxari. Þú veit svona menn hafa gaman að sjá það. Já, ok, hann er mættu. Nei, hann sá bara potentialin í mér og við erum að tala alveg boxar sem hefur keppt erlendis og allt. Og sá bara þessi gæi með þetta. Nei, það sem peppaði mér var að hann er líka, hann var að segja mér, hann er svolítið slæmur í baki, hann er að boxi er greinilega alveg, það er gott fyrir mann, það styrkir bakið. Bara allt, það styrkir líka fyrir ræktina. Öll hreyfing er góð fyrir bakið. Vitið hvað? Við erum búin að reyna að segja þetta í mörg ár. Svo hitti ég okkar langbesta mann líka hana. Hvað? Flóna. Ok, hann að boxa. Flóni var í engatíma á undan mér. Og fellow boxer. Þannig að við erum búin að mæla okkur mót eftir slétta 30 daga. We will fight. Það er þetta rosalegt. Ég vil fyrst sjá það á móti Bubba. Flóni væri sett. Það er bardaði sem ég myndi borga minn á. Það er margar æfingar til að berja Bubba þess alveg svo harðfisk. Bubbi 70, hann myndi lemja þig eins og tíkina sem þú erst. Ég meina, hvað skreiði upp í raskatana? Ég trú á Stóni. Nei, veist hvað skreiði upp í raskatana? Þú líka að fara á eina boxaðingur, það byrjar að kalla menn fellow boxara, byrjar að tala um þessum boxara, það skreiði upp í raskatana. Já, ég sko, en meina, hvað kalla þú aðra mennarna sem er að boxa annað en fellow boxara? Ok, æfa sögum í þú. Já, ég segi það. Gerðu þessu 2-3 mánuði. Þá máttu byrja að galla á 2-3 mánuði. Þú fórst á eina æfingu. Planið mitt var nú að gefa þessu ykkur ár sko. Ég hef trú á Stóni þessu, þannig byrjaði aðhaldi daginn. Ég hef alveg trú á. Borðaði holt bara alla sólarhingin og spólaði hans yfir sig. Ég ætla að hætta því. Ég er hættu því. Hættu hverju? Að borða holt. En ekki bara enn millivögur, getur það samið það? Ég ætla bara frekar að æfa box. Það er ekki millivögur. Ákveðstu að hættu að borða holt? Mér bara. En ég með hugmynd að 3 dagar í viku hotlir, 4 ógeð sem er strax skára en 7 ógeð. Þetta er rosalegt svar. Ákveðstu að hættu að borða holt? Ég er 1-9. Það er erfitt að rökraða það. Nei, en strákar, stemningin að það maður, hún er rosaleg sko. Steindi, please, ég er bara búin að fara eina æfingu. Ég get þetta ekki, ég er búin að þekkja það svo lengi. Ég veit ég bara búin að fara eina æfingu. Hvað er löng æfing? Klukktími. En ég ætla að bjóða okkur. Þú má tala svona eftir 2-3 mánuði. Já, en ég ætla að bjóða okkur félagunum Þetta er eins og einhver að fara á eina liftingaræfingu og fara að tala um bara fellow bodybuilders og eitthvað, þetta er ekki hægt. Já, ég meina horfa á þig æfa. Ég er bara, ef þið viljið, þá með ég koma hver sem ég er til að horfa á Mike Tyson in his prime. Ég er til að horfa á hann æfa. Varst að bjóða okkur að koma að horfa á þig æfa? Setja þetta ykkur vekk, horfa á hann í hringum.
Ertu eitthvað bíla? Ég sagði ef þið viljið. Ég er ekki að neyða ykkur til að koma. Nó annað minn tíma að gera bara að horfa þig á æfingu. Þú mátt líka að koma að horfa á mig taka bekkin á mánudaginn. En er ekki gaman að þig? Ef þið eru lausir og bara En ég meina þið getur allavega komið og séð okkur flóna bara í rauninni bara mjög geggjabóð. Svo ég vitni í Brjánbreka, það lítur að vera bara einhver 100 upp í Breiðholt á kúka sem ég þarf að vera að horfa á frekar sko. Ég er ekki bara að horfa á því æfingu. Nei, en ég er svona Ég veit ekki alveg hvað markmiðið mitt er sko. Ég er að reyna að finna það sjálfur. Þú munt fara það mikið all-in. Þú endar á að lemja eitthvað í hringnum. Ég gef Steinda það alveg. Ef hann er þrjóskur fyrir all-in, þá er hann að fara að bóta sem marga mánuði. Hann segir þetta í mörg ár. Svo allt í einu stæðis að skrifa endalagsar ávísanir sem engin innistæði fyrir. Það mætir hann í boxið. Það er það sem þú spurði hvað skreiði upp í raskæta þér. Það er nákvæmlega sem eigið er að tala um. Þú ert alltaf að skrifa ykkur ásynir sem þú bara getur ekki kassað út. Þannig að eftir 2-3 mánuði skulum taka þetta allt tilbaka. En svo hann er mættur á æfingu. Eina æfingu? Já, ég með verðum að gefa hann það. Hann er mættur á æfingu. Ég er 2 í viku. Ef ég lapp upp á Esjuna á mánudaginn er ég þá orðinu svona fell- og fjallgöngumæður. Ég meina, eðlilega þú hittir fólk á leiðinu og segir, þú veist, Nei, þá er ég bara svona pínu trespassing bara í þeirra umhverfi. Hvað þarf að lappa oft upp Esjuna til að vera fell og svona útivistæmaður? 2-3 í viku. Já, 2 í viku. Júli 2 í viku. Já, ok. En burt sér frá þessu drengi, þá er ég að hugsa, sko, ég ætla ekki að vera með stór orðina. En ég er að gæla við það hvort að, sko, ég veit ekki hvort það sé keppt í 40 plus Mér hafði sagt að það væri eitthvað svona masters. Það er allt annað dæmi. Og sko, ég er ekki að fara að koma og horfa á því æfa. Ég er bara eins lítinn áhuga á því og hægt er að hafa. En ef þú keppir, ámæti ég. En þú getur bóksað við Richie. Hann er með svona bakgrunn í bóksi. Þú ert nýbyrjaður, youngblood. Það verður góðu fætt. Hvað ætlir Rikkist í kílóu núna? Hann reyndi búin að léttast rosta. Steindir þingri, sko. Þannig að það er endar spingo. En þess að þú er svo munur að þetta er léttast. Þannig að þið byrjaður að þetta er mjög erfitt að vera í bóksi. Já, ég léttast. Er þetta ekki einn erfiðast íþrótt í heimi? Já, ég er bara þátt erfiðar en það. Já, ég held samt að þú byrjar að sippa hérna og Sippaðu? Já, sippaði. Kannt að sippa? Já, ég kann að sippa. Og hérna kemur óvart bara, ég kann það. Kann að sippa Nei, ég spá mætu æfingu, ég voru peppað. Já, það væri sjá þið sippa þarna og fara hringinn og En drengir, yfir í annað, það er risa tilkynning í dag maður. Þessi stór. Ég elska þegar við hendum í tilkynninga. Það er uppáhaldið mitt þegar við hendum í tilkynninga. Við vorum búin að segja það hérna þegar við tilkynntum að við erum með fermingaveisla F95 blöð í höllinni 31. maí að miðastóla fóru í gang 1. nóv og við sögum strax þá það eru 3 risa tilkynningar eftir. Eiginlega fleiri samt Í 3 stór. Í stæður að gefa allavega svona exact number, jú, vissulega, þá eru allavega, það eru nokkrar og það lítur upp á. Það eru 300%. Já, og svo getur við að gefa eitthvað svona litlar á milli. Tilkynning í dag, hún er stór og ég er vel peppað fyrir. Við ætlum að tilkynna þetta klukkan 5 í dag. Það er með þess að trailer og allt sem fer á grammið og fleira. Erum við ekki að fara að henda bara í kollab en að fólk getur farið og séð þetta á Instagraminu hjá okkur? Þetta er bara cross-postum á okkur alla félagarnir og þeir sem er búin að tryggja ykkur með í höllina, þið verðið mjög ánað með þetta og þeir sem er eftir að tryggja ykkur með þið farið inn á tix.is. Við lofum ykkur þetta verður besta partí allar tíma. Já, sko, miðaðum líka reynslunir ríkari film. Við gerðum þetta síðast. Þetta var styrla síðast. Og núna getum við svona tekið hvað gekk vel, hvað mátt fara betur og þetta er nú topu okkur. Er líka bara það sem að Timmy Trumpet heimtar í höllina er á öðru leveli. Já, ég minna sko. Það þarf að vera ljós og annað. Hann er með 15 blaðsíðna möppu. Það sem þarf að vera upp á 10. En það sem við erum að fara að fókusa mest á núna er fyrir utan ljósinn og allt þetta sko sem Timmy er með kröfur á. Þannig við fáum það. Þau verða að vera. Það er sjóið. Já. Þú veist, Egil er búin að segja að alltaf skjótast upp úr gólfinu. Ég sko, mér langar að taka það, ég er undir gólfinu sem bara skýstu. Þeir náttúrulega það var æskæst, en þeir eru búin að sína þetta er hægt, sko. Skutust þeir upp? Er það ekki? Já, eins og Sæ skust. Ég hef aldrei náð að fara á æskæst. Ég er the biggest fan. Ég hef aldrei náð að fara á gig. Ég finn okkur að skjótast upp eins og Sæ. Hann beið undir sem horfði hann í kameru og eitthvað fýbla sem skust hann upp. Hefur séð það? Ef ég sé það. Ég hef hortað á svona 100. Það er rosalegt vídeo. Þá ferðu meter sko upp. Þú ferð hátt upp í loft. Og allt krátið svona, hvað? Allir á sviðinu, hvað er gilsan?
skýst upp að 2 metra, 3 metra upp. Ég get lofa þér að þetta er að fara að gerast. Jú, við þurfum að hringja nokkuð símtölu að lítur að þetta skjóta einu manni upp annars er bara að fengja trampólinu og einhver fljúandi inn, er það ekki líka að gera? Þetta verður sjó, en talandum viðbyrðu drengir ein lélegasta tilkynning sem ég séð að því að, Conor McGregor hann er með alvöru púl maður er svona, hann er búin að hlutabriðin er búin að lækka sammála því, alveg 100% en einhvern veginn, maður hefði alveg verið til að segja að hann fara að berjast við þess að trúða þarna, herðu, það var off UFC bannaði það. Þetta er Jake Paul á móti Logan Paul. Það er bardaginn sem verður í staðinn. Bræðurnir að fara að berjast og það var blaðamannafundur þar sem hann er svona inn í hring þar sem þóttust ráðast á hvort annað. Þetta eru bræður og bestu viðis. Já, en málega, má ég koma aðeins má ég var ekki búin að sjá þetta. Það er að hallast það sem ég Hvenær var þetta? Ég er ekki búin að sjá þetta. En má ég koma með smá input? Nú því miður horf ég meira á YouTube en pabbi stenda. Ég met alltaf á því senda e-mails. Samt örgla Sko ég segi eitt, þeir bræðarnir þeir er ekki svo góða vinni sko. Er það málið? Nei sko, þessi rígur á milli þeirra er löngu komin út fyrir eitthvað hérna. Já sko, þeir voru saman, þeir eru hittu Conor, þá voru þeir bara bestu vinni núna alltjónu þeir að þykjast að rífast í hringum. En þeir eru báðir peningóður auðvitað sko. Þetta er allt gert bara. En svo í mörgu viðtölum hefur svona verið að skín í gegn minnumáttakendin hérna hjá á milli þeirra. Þannig að þú var spenntu fyrir það. Já sko, ég sé mörgu viðtölum þeir feika þetta ekki, ég sé augunum á þeim pyrringin. Þegar Jake sagði einu sinni við hann hann skjóði og ég hef alltaf tekið hann og svona bara, hvað það segja? Ég veit sko. Ég get lofa þér, þetta verður eins og þið sé bara sparra harkalega. Það er enginn að fara að róta þessi bara. Sko, þetta er alltaf aldrei fixt sko, en eftir hann var þetta ekki Logan Paul frekar en Jake Paul sem var að keppa um til Mike Tyson Jake er alltaf miklu leiðilega en Logan af tvennu illu þá Logan skárði. Jake er náttúrulega bara að hafa leggjað það mann innsk. Talað bardaga, þá náttúrulega er staðfestur einn alvöru bardagi og það er Gunnar Nelson er að stýri búriðringin aftur í massa. Auka þáttur í blöggastinu, hann er leiðin í blöggastið. Slá skýslu með hvernig maður á að mæta það. Ég ætla að hendi auka þáttar sem ég fer yfir bara ég er að býða eftir að gefa mig bara svona örskýslu fyrir 30 sekundur, hvað er þetta? Sko máli er að þetta er, ég ætla að segja bara, þetta er risa nafni. Ég held þetta sé stærsta nafni sem Gunni er ekki. Hvað, Holloway? Kevin Holland. Og hann er þekktu fyrir, þú veist, hann mætti líkjónum, ég ætla ekki líkjónum við Nate Diaz, en hann er svona fan-friendly gaur að dýrka hann allir því hann slæst alltaf. Hann er engin jafn virkur. Hann er vinsæll í UFC. Hann er vinsæll af því að það er engin jafn virkur og hann. Hann er alveg fanbase. Já, hann er alvöru fanbase af því að hann er bara mjög virkur, hann er gaman á hann, hann röflar allan tíman, hann talar allan bardaðan. Heldur hann sé bara að gera við Gunnar líka, þegar Gunnar er ekki svona trast okkur. Nei, hann talar við Gunnar allan bardaðan. Er hann í hringnum að bladra við Gunnar? Gunnar er ekki að vinna því. Mér dreymdi þetta í gær og þú vilt kynntur mig fast með þér, hann er bara allan tíman að bulla. Er hann skemmtilegur? Já, sko, hann er samt líka hálfruglaður, hann var í podcasti núna fyrir stuttu og var bara hérna að nánast að hóta að drepa eitt svona OG í leiknum sem bauður við podcast sko. Hann er klikkaður sko. Bjargar í einhverju mannesku og einhverju veitingastæð líka. Ég sneri niður bara einhverju byssu en málið með sko, það er tvent með hann er að Gunni er með miklu betra wrestling og getur tekið hann niður og miklu betri jörði. Það er bara hann. Þá bara, ég er með klikkað hugmynd. Nú er ekki þjálfur hans Gunna. Í staði fyrir að þá að standa á löpunum og boksa við hann, ég er með hugmynd. Hann að kippa hann bara niður. Sko, ég var ekki bara að hugsa Hvað líst ykkur á það hugmynd? Kevin Holland er samt með svart belti í Jiu-Jitsu en það eru mismunandi þessi belti. Hreinskilið, hvor er líklegri til að vinna hennar barða? Gunni er líklegri, miklu líklegri. En það sem er hættulast er að hann er, þetta er millivættamæður, hann er miklu þingar en Gunni. Hann mun mæta risa, hann er 1.90 og eitthvað risa spó. Já, tekur af sér einhverju kíló í sánu og mætir hjút, svona að þú veist Gunni það bara taka niður strax. Tjöfull er ánægð með það Það er ekkert sem gleður meira það Gunni fyrir hringin. Það er alveg nafn sem hann er að fá hérna. Ég er að fíla þetta. En við ætlum að fara yfir þátt dagsins, drengir. Við tókum upp klefa við Steindi. Hafa búið að senda nokkur sem má okkur á Insta að fara í leiðilega sögur aftur. Yes, fóruð þið það. Við fórum í það hefur ekki verið lengi. Þetta eru 2 leiðilustu sögur allra tíma. Þetta voru líka 2 leiðilustu sögur í þessum lið. Þetta á að vera oftar. Þetta er bara svo óþægilegt.
entertainment það sem að hlusta. Ég spyr Steinda í klefunum, ok, ef þetta er óþægilegt fyrir okkur og þetta er óþægilegt fyrir hlustandan, hver er að græða þessu? Sko, þetta er óþægilegt samt entertaining. Ok, við erum með þekkið ekki, ég fekk hjálp frá hlustendum, mjög ánægð með það á Instagraminu. Við ætlum í spurningkeppni Gilsarans, hvað er í dag? Ég get ekki sagt ykkur að fyrir eftir tilkynningu þegar tengist henni. Þannig ég verði eiginlega þegja. Ok. Þannig að lagi eitthvað vegna. Bara ekkert mál. Já, við bara höfum þetta svo. Og það mann er eiginlega sama, þetta er alltaf sömur spurningur. Spurja þú alltaf. Ég er að fara yfir þátti. Það má ekki hlaupa yfir brandarakeppni pappa minns, síðan stæður og letta strengi gíska á pannslagið. Ég er með annað líka, ég glem. Hérna, ég dýtti fólk að séð á Instagraminu hjá mér þegar að Villupartí Coldfather var á tenni þegar nágranninn var geðsjúk. Já, og held þetta að vera í rúsa. Þegar hann er bara í rugglinu, við Steindur má skemmta. Já, það er það sem skemmta. Það heyrist í ykkur. Málið er að hann heldur að við séum rússar þegar þið talið svo rússar og rússar áttu húsi sem að Kolb leiði af. Þannig að hann er að öskra Russian communist, brjálað. Ég heyrði þetta að vera báðarsmaður. Og þetta er ekki leikið, sko. Einhvers að spura mig hvað er þetta ekki bara eitthvað grín. Nei, þetta er nágrannin. Selma Björns tók þetta upp, ekki? Já, Selma fyrir út bara í Síkó. Og ég er að segja Síkó og fyrir bara út. Hínum einu húsi. Já, þú mátti segja Síkó, hún reykir ekki. Nei, ég segi það bara. Hún fór út hínum einu eitthvað slaka á, heyri nágrannunum, tekur síman, ítur á record. Þannig að hún á þetta geggjaða vídeo. En málega það er bara búið til 70 sekundar lag úr þessum öskrum. En það er það sem kemur aftur út. Svo er Hello Kids, syngdu lagið, það er að segja við komumst í þetta allt. Það er þéttur þáttur í gangi, drengir. Syngdu lagið? Já, það er ekki verið lengi. Íslenskt tema. Það er svolítið blandað núna. Takk. Fyrsta sinn sem er íslenskt og erlenskt. Smá input hérna blöð, ég dýkka þetta til í þessu. Guðmundur Jónasson sem er kongur segir Öddi var að drulla í fact, Jake Paul og Logan Paul var bara publicity stunt og þetta verður reality TV show streymisveitur í Max en ekki bardagi. Ok. Þannig að ég bara fens hérna á tánum, bara takk fyrir hérna að móla. En hérna þá bara svo það er. En við vorum að tala um höllina áðan, drengir. Við vorum að tala um að það verður risa tilkynning að koma klukkan 5 í dag. En það náttúrulega kom stór tilkynning í byrjun fyrir utan Timmy Trumpet og Axmo að, já, stærsta, ég myndi segja bara stærsta nafn í tónlist á Íslandi í dag verður í höllin líka. Og það er þessi hér. Rjúkandi bolli á strönd, ég er enn að uppgöta lönd. Þetta verður tekið í höllinni 31. maí. Þetta er búnt á skengin. Þetta er alveg gýrun. Já, það var náttúrulega má ekki gleyma því að það er búið að staðfesta St. Pete mætir. Tala með skít Dór, það kemur ekkert orð. Það myndir dobla hans í leiningi. Það verður slatta gestur. Hann mjög vel við St. Pete. Ég hitt hann okkur sinnum. Þetta er bara, þetta er ekkert eðla góða gæm. Ég held með svona, með góðan gæm. Hann er vist eitt svo best á landinu að tippa á hérna NFL. Vissu það? Já, þurfu ekki að fá það betti fyrir Super Bowl fyrir þeim meistaraða. Það er ekki Super Bowl, nei það er næstu, ekki núna melginn þetta næstu. Já, það er ykkur 9 dagar. Ég þarf bett, ég veit ekki um þetta. Nú þarf ég St. Pete. Sendu það á mig right now. Við vorum saman í hérna Portugal og hann sagði við mig Já, ég afturleika mökkinu. Já, hann sagði við mig Þú fórst á sviðið? Já, hann fór með fórum báðir. Ég aldrei sé því að fullala sviðið. Nei, já, þetta var Við vorum í stofun, við sáum bara snapshot af þessu á gramminu. Þegar hann er að bakka svona með hendurnar, þegar ég sá svipin á hann, ég hugsa, ok, herru, þetta er sko AC Steindi á 3. degi og klukkan er 4 nótt, sko. Þetta var þannig mökkun í gangi. Já, og það var gaman. Tilefni til. En hérna, hann sagði mig þar, hann hendi sér ekkert inn og hann eyði mörgum tímum í að smíða bett. Já, en hann er bara, og það er allt NFL bara. Já, hann er bara djúpt í því sporti. Þannig að hann er bara sér af sig í því. Af því að þú eyðir líka miklum tími að senda okkur seðla á UFC. Þetta er aldrei, þannig að gaman að vera að dekla. Það er erfitt sportlega bett. Já, sko, við þurfum bara að fá winning bet á Super Bowl. Ég er með einn annan gæði sem ég leita til sem reyndar kalla sig Gustav from the Future, sko. Hann er samt ekki með NFL. Já, ég veist ekki eitthvað sport út með, sko. Ég elskar fáum hann og St. Pete. Ef þeir eru sammála, The Farm. Ég tala bara beljurnar og traktorinn allt raskum. Það er bara, við hólkum þessu öllu. The Farm fer. En akkur erum við ekki að reyna að fá meira frá NFL-unni þetta heima? Ég trúi ekki. Þetta er alltaf að vera vinsælt. Ég held að pikkast upp. Já, 100. Og þetta gerir svo gerir svo drullu vel. Þessi vinna körfuna, akkur fá þeir ekki úr? Til dæmis. Hættu þessu. Ég er bara að segja, það þarf bara að blinga Ég fíla The Ring.
Þú veist, það er góð hugmynd. Eða gullkeða var í geggjum líka. Fá bara gullkeða. Hvað er að frétta gullkeðinu okkar? Það er bara ekkert að frétta henni. Við erum ekki Steindi svolítið okkar maður í keðjunum sko. Ég skal fara að rannsaka þetta. Herru, drengir, það kom með slúðri. Hvað er ekki orðið svolítið langt sinna? Var Íslands slúður? Jú, inboxið hjá mér sko tróðfullt. Ég þarf að fara að kíkja á það. Sko, fyrsti slúðupakkin er rosalur og hérna, ég byrst afsökun að það var sagt að þeir var að fara að berjast bræðurnir, það dælist á mig hérna, þetta er raunveruleika hóttur, þetta er raunveruleika, okkar fans er á tannum. Ég fekk mail frá Guðmundi Jónasinni sko, hann vissi að ég veit að ég er með 12 frá mig, hann er ekki fættur í gæðis ámeistari. Instagramum mitt lofa. En er þetta samt ekki interesting shit eða? Þetta er bara... Það veist mér ekki. Ég er ekki frá ára. Ég elskar reality TV sko. Þeir eru bara svo rugglaðar þessi bræður sko. Sérstaklega Jake sko. Eru það að horfa á hérna Love Island All Stars? Nei. Hvað er ég á hvað veitu það? Ekki heldur. Herru, hérna förum í... Hvað er þetta að horfa á það? Förum í slúður. Hvað er þetta að horfa á? Ég skammast mig fyrir að horfa á þetta. Nei, ég peppar ég er bara að horfa á alla Bachelor og Bachelorette frá upphafi. Það er TV. Reynda finnst mér, ég gef Love Islanda, það er skömminni skára heldur en hérna Love is Blind. Það er mesti viðbjóð sem ég horfa á. Ég tengi ekki við að sækja í svona dót. Mér finnst þetta Survivor og svona dót líka og allt sem þetta heitir. Það vilja allir meina Survivor hafi verið geggja eftir 40.3. Málið það er allir að borða bara eitthvað kjötana. Nei, þetta er orðið vist eitthvað svona. En eftir að Chris Harrison dættu Bachelor þá var ég þá sagði bókið I'm out. Hver er það? Það var virtasti kynni sem ég hef séð í svona reality TV show. Chris Harrison. Ég man ekki eftir að það hættur að horfa út að kynni. Hann sagði eitthvað tíman eitthvað sem var ekki í lagi og það var akkurat okkur tímbúri sem mátti ekki segja neitt. Stígvel. Nú kom okkur trúður inn sem ég segi bara að hugmyndin sem við fengum við daginn í blöðkastinu Þetta sem að hætt út að bana út að kynni. Núna, ég er búin að horfa á Love Island í einhver nokkur ár og skammast mín alveg fyrir það. En það er búin að skipta kynna 2-3. Ertu hættur að horfa því að einhver kynni? Nei, sko, Chris Harrison er Bachelor og Bachelor. Hann er bara keppendurnir sem að fólk sækir í að... Já, ég meina, þú veist, en hann er bara, þú veist, að sitja allir í stofu, sem býða allir með kokteil, hver lappar inn, Chris Harrison, og það bara á þögn á hópin. Þögn. Sér kemur alltaf ykkur nýr gæinn. Hver er með þetta núna? Get karisma, bara ykkur auðmingi. Ok. Auðmingi? Já, ég sænaði múti eftir þetta. Alvöru reality sjóanseri, já. Það er það sem við vorum að tala um í blöðkastundaginn. Við 3 á Eyðeyju og það er ekkert eitthvað, heyrðu, hérna, elsku mamma, hérna fáðu þau nautakjöt hérna eftir. Það er bara basically, það er ekkert. Sko, besti framleiðandi landsins, King Bjöggi, sem hlustar alltaf, hann er byrjað að tekna upp þessa seríu fyrir Stöð 2. Hann vil henda okkur að Eyðeyju. Við erum 3 og við þurfum að redda okkur. Já, en sko, getur fara Eyðeyju sem er ekki, þú veist, hérna, Killer Snakes og... Nei, það þarf að vera allt svona. Dragons og... Nei, allir svona. Það er ekki til drekar í alveg. En hérna... Jú, víst. Drekar? Það er bara í drekar. Já, það er til dragons. Fljúa og spúa eldi. Ekki segja fljúa, en það er eins að lappar og hann býtur þið, en það eitrar og döður til korter. Þú veist að það eru til drekar, Steindi. Nei. Ekki fljúandi drekar. Hefur ekki séð hérna Komodo-draginu, hvað heitir hann? Jú, það var rétt, já. Þeir eru vesen. Komodo-draginu. Ég var að tala að fara ekki á þannig strönd. Hörðu, ég var að mæla client í dag sem var á Bahamas hjá svínunum að gefa svínunum epli fyrir svo viku síðan. Hörðu, og hann, sko hann sagði, það er svín sem heitir Mike Tyson. Veistu af hverju? Það Mike Tyson hélt á svínunu þegar það var tiny little pig og pínlítill svona, hélt Tyson á honum bara undir rassin á honum og pinkulítið svín. Nú er það huge, en það heitir Mike Tyson og það Mike Tyson hélt á hann og hann er aggressívasta svínið. Og þegar kemur hana, það er Tyson, þannig að nettur ruglaður sko. Paldi, hver er líkunar því að... En er þetta alltaf sömu svínin? Það eru ykkur nokkuð svínana. Hljóta að vera vel og svo farið epli og okkar og getur gefið þeim hana. Við erum að fara að sæna okkur inn í þessa veislu sko. Hvað er þetta? Æsland er að fljúa beint til Miami og þetta er bara bátur Miami Bahamas á Pig Beach. Pig Beach er bara svona... Það er búið að stytta ferðalagið eftir að... Já, ég meina, þessi Airbus-vél sem Æslandir kefti, bara, ég elskar okkur á lífuna að hafa kefti þessa vél, beint flug til Miami. Það hefur að ræða það eitthvað. Já, nei hefur ekki að ræða slúðrið. Ég ætla að reyna að komast í slúðrið. Ég var með svo pælingu fyrir þess að seríu sko. Ég komst aldrei af með hana. Það væri alltaf keppni á hverjum degi bara eins og í Survivor. Já, bara eins og í öllum sem þáttum. Fyrir utan að þú færði í rauninni ekkert sérstakt. Þú færði kannski eitthvað pott eða kveikjara eða eitthvað. Já, eitthvað svo þarft í náttúrunni. En
þó að ég væri með pott og kveikjar og eyðeyju, ég geti samt ekki. Það er að besta við þetta. Við munum annarkvært deyju bara. Eða sá sem er kastan hanklaði fyrstur. Þetta er bara vikutökur. Og það sem gerist í þessu er að sá sem tapar, sá sem er neðsta sæti í keppninni, að við keppum 3. Erum allir í sikkurlega eyjunni? Nei, við erum allir saman. Við myndum byrja saman 3. Já, við erum alltaf saman. En sá sem tapar, hann er út undan. Hann fær ekki að vera með ég þarf að vera online. Ég þarf að fá það fær ekkert hægt á svona eyðeyju. Þú þarft að fara í fílu, einstaks fílu, ef þú tapar. Ég gerir mig ef þetta er gott TV. En þetta þarf að vera vel valin eyja. En þetta þyrst alltaf að vera 6-8 þættir. Nei, þetta er alltaf bara í slant og það er í alvörni. Það er ekki takt að segja það. Það er bara, við ætlum að fara hérna út, annarkvæmst er þetta 5 þættir eða 30. Við bara sjáumst eftir x langan tíma. Hvað get ég verið lengi án þess að fá mat og vatn? Sko þú reynda blöð. Nei, ég er að tala bara án þess að deyja. Þú veist ég elska þig, ég held þú myndi drepast helvíti hratt. Fyrsta lagi þetta með fytuforðin er engin. Já, þetta kenn ég inn sko. Þú veist, fytuforðin þá lifir á honum þegar það hard times. Þú ert ekki með fytuður, smávesen. Þetta var enda besti heima, maður þurft að fytast yfir hlutverki fyrsta sinna ferðin. Já, og veistu hvað er annað í þessu? Ég get getið allt. Ég get getið bara ég get getið hrátt dýr bara. Þú veist, ég get getið fisk á þess eldan. Jú, ég er með stálma þegar kemur að svona dóti. Þú hata fisk? Ég veit það, þið eruðu veikir uppi og þú getur ekki getið fiskinn hans. Ég bara segja, ég geti naga börk af tré. En þú eðið þannig að saltstangi liggja dumman og ég veit það, ég get getið álveru vesinu. Ég getið spýtur. Ég held að fatta ekki alveg hvað hann er að koma út. Ég get getið allt. Sem að löfblöðna og okkur tré, hvað þarf ég þetta? Ég bara segja að það sem við getum að það, þið verið veikir. Ekki ég. Þá er ég automatist búin að vinna. En bara til að taka undir maglið, þú helst ekki að vera eitthvað kleinurhyggjatrið. Þú veit ekki, en ég bara eins og ég segi, nei. En við þyrstum að veiða, þetta er nothing nice about this. Þú þyrstir að horfa okkur bara veiða villigrís með spjóti. Horfa ykkur, ákveð þetta ég ekki að veiða það sjálfur. Nei, ég er að segja, já þú veist, jú, ég er að segja að þetta er ekki fatt. Þetta er eins og ég sé mestu auðmikið á þetta þrenn, ég er það bara alls ekki. Ég er að segja þetta er svolítið svona, þessi sería er ekki verið viðkvæmna. Já, meinar. Ég meni þarf að vera villimaður þetta sko. Herðu, við ætlum að fara í slúður sko, ég er með ágætis pakka. Fyrsta slúður er enda rosalegt Egill, eftir að hlusta núna, þetta er þinn maður King Tom Cruise. Shit, wow. Það var aldrei verið jafn mikla líkur núna á að verið gerð bíómynd karakterinn Les Grossman, og veistu hvað það er? Yes. Það er Tom Cruise í Tropic Thunder. Það er svona hliðakarakter sem maður myndi vilja fá heila mynd. Sama eins og Matthew McConaughey í Wolf of Wall Street. Það er svona nokkri hliðakarakter sem ég myndi drepa fyrir að fá heila mynd. Þetta er ógæðislega fyndin karakter. Hann var með fundin alltaf. Já, var alltaf að hringja og segja að tróður sér býð raskataði sér og það allt. Já, bara besta hlutur sem Tom Cruise hefur leikið. Hann er búin að gefa Ben Stiller lofur en það, ef handritið er fyndið þá var hann tilbúin. Og það þarf að finna tíma og það verður aldrei verið að blíkletta því að búið að ræða þetta í nokkur ár. Og þetta er fyrsta grínhlutverkið eins og vantilega. Eða hvað? Nei, kannski. Nei, sko, Tom Cruise er alls ekki grínleikari, sko. Hann hefur ekkert verið mörgum grímum. Þetta er náttúrulega bara pjór grínhlutverk. Þetta væri bara gríminn. Hann tekur svolítið alvarlega Tom Cruise, en hann líka heldur góður í því, sko. Hann pæli hvað Ben Stiller er á svakalegu rönni. Severance bestu þætti bara. Jesus. Já, þegar var yngri Tom Cruise, þá alltaf var hann hérna sáleika svolítið. Risky Business er ekki grím, ok, Top Gun er kannski svona, þú veist. Ekki grími, alls ekki gríminn, sko. Hann hefur leikið í svona romantískum gammamyndum. Hann er aksjón og drama. Já, Jerry Maguire er kannski svona nett grímynd. Tropic Thunder er svona Risky Business. Hann var alltaf bara gristlingur það, sko. Það má ekki gleyma því. Jerry Maguire, veit ekki að þessi grímynd. Já, samt, hún er svona feel good. En, herru, hvað á Tom Cruise margar lélega myndir? Enga, ekki margar? Nei, ég held enga. The Mummy, hún var ekkert spes. The Mummy. Fyrrverandi eiginkona Kevin Costner, Christine Baumgartner er trúlofuð núna Josh Connor sem væri nú ekki frá sig færendunum að þetta er vinur Kevin Costner. Já. Þeir eru góði vinir. Þetta er basically bara eins og við Rakel myndi hætta saman og myndi byrja með öðrum ykkar sem það er skemmt. Þeir eru væntanlega ekki góði vinir. Ekki lengur. Eða nema, veist, kæmur ekkert óvart bara að horfa Kevin Costner kemur ekki óvart að þetta sé það mikil topp náingi. Hann sé bara svona, ég óska ykkur allsins besta. Já, þægilega við erum öll vinir. Kannski er það bara cool með þetta, sko. Já, ef einhver. Ég meina, er hann kannski komin á fast? Það er ekkert margir sem spáir í. Það er ekkert margir svalega leikar en Kevin Costner. Jó, það er náttúrulega alveg slatti. Sko, hann er koma á tímabili leið mér svo að það var í lúði
Nú hann að koma selviti sterkur inn Yellowstone, bara einhverju bestu þætti sem gerðir það Já, ég vil segja Bodyguard Myndin sem kom út daginn sem á að vera einhverju 2-3 pörtum Já, hún er að koma núna Hún var ekki góð sko Ekki? Nei, ég fór á hann í bíó Hefur þið sett Dances with Wolves eða? Það er mynd Mjög langt síðan Þú hætti að vera rímaði gangsteiti Ég er ekki að gera lítið úr kostunum Nei, Waterworld og Postman og Hætti að segja Waterworld, það veit allir að það er ekki eins prime Nei, hvað meinar þú? Hún er actually Ekki telja blíðlustu myndina Þegar þú peppa hann upp Mér fannst Waterworld góð mynd Já, ég var Varst í alveg að peppa hann upp og sagði Waterworld? Já, ég var hrifin að því En hann er bara samt, skilur þú getur ekki alveg sett hann í sama hóp og svölustu leikarna Ok, orðan þannig ef ég horfa Kevin Costner þá hugsa ég, þetta er pottið topp náingi Já, en hann getur ekki leikið Blade, skilur Þetta er ekki þetta svo Hollywood-leikurinn sem er búin að alveg kekkspila Þú mátt horfa í augun á hann og setti og síðasta slúðrið drengir þetta er náttúrulega hrikalega sorglegt dæmi en þetta er eitt af steiktasta sem ég lesi lengi og það hlýtur að vera eitthvað hérna meira undir því að einhver sigur hérna í The Voice Ryan White Maloney og herru, heitir ekki Ryan Maloney, það er okkar maður í nágrunum Tóri, en þetta er sem sagt söngvari Fáum hann í höllina maður Verðum að gera það Tóri, verðum að senda hann Fá hann á barinn Nei, barinn Fá hann til að afgræða barinn Hann er desperate need of cash sko. Hann er 16.000 kall á þá í Neighbors Það er helvíti lítið fyrst mér sko Þetta er svo sorglegt ég nenni ekki að vera með þetta slúri Mér fannst þetta bara eitthvað skrítið Hvað varst að fara að segja hann? Hann þessi söngvari þetta er sorglegt og ég nenni ekki að fara yfir þetta Mér finnst þetta bara svo skrítið að þetta gerist út af hann sem tók sér degi lífa því að hann var að rífast konu sinni jakka Já Það er vissulega sorglegt Já, mér finnst það ég nenni ekki að ræða þetta En hvað, var ekkert meira? Þetta var alltaf það sem að stendur inn á TMC og eitthvað Já, ok Varst ekkert með Við erum gleðið þáttur þannig að við förum í Varst ekkert með eitthvað ferska fréttir eitthvað nýtt að frétta af einhverjum? Jú, Tom Cruise Já, gott Já, gæður það Við skuldum auglýsingar því að við blöðrum svo mikið svo hér strax eftir auglýsingar er klefi leiðilega sögur ekki missa því að þær eru mjög leiðilegar Þeir eru að FM 95 blöð hér á FM 957 Við steindurum ekki beinu útsendingu núna því að við erum konið í kleman góða og erum að fara í dagskráli Við hlustum á hlustendur sem að það var búið að senda okkur nokkru sinnum á Instagram bæði á mig og þig hvað sé að frétta leiðilegum sögum Við föttuðum bara daginn það er orðið helvítið langt sinni fórum í það Það komið enn Já Þetta er ekki flókin liður, þetta er ekki keppni Nei. Þetta er bara, við þurfum báður að ringja eitthvað út í bæ fara á já.is, finna eitthvað gott nafn og segja drepleiðilega sögu við þann sem svarar og reyna að halda viðkomandi á línunni Það er svona til Reyna að klára sögu Klára söguna Ég er ekki búin að hugsa þessu, ég er að spæja bara að hugsa eitthvað on the go sko Varstu búin að hugsa eitthvað? Nei, mér dætti bara eitthvað svona hundadótt sko Hundadótt, Það er alltaf klassískt sko Ég sleppa dýrum Jú, ég fyrir eitthvað viðbjöðuna Er þetta gaur eða er þetta kona? Reyna að halda einhverjum gaur Er ekki, það er meira trikki að halda gaurum á línunni Já, prófa Ok, hvernig listur nafni Jóhannes? Mjög vel Já, ég skal byrja bara Takka plásturina Jóhannes Sæll að blessa Bjarni hérna á Selfossi Hvernig hitti ég á þig? Bjarni Ara hérna Ég varða að bjalla þessi í þig hérna, Við vorum að lendi svo fyndnu atviki við konan Við erum sem sagt að bakka úr stæðinu og það var svo mikill snjór á bílnum að hérna, sensorarnir held alltaf að við erum að bakka á eitthvað og það var alltaf þess að við erum að bakka á bara bílskurinn en við vorum ekki að bakka á þetta bara snjórin sem var að segja okkur að hann var náttúrulega fyrir sensorunum hann var alltaf bíp krakkandi golfvillir sér aftur í og konum alveg brjáluð bara þú ert að bakka á bílskurinn ég bara nei ég er ekki að bakka á þetta er bara því að þetta er fyrir sensorunum kveiki út af hvaða lag heldur að komi Beautiful Day með YouTube það var ekki alveg beint Beautiful Day ég var að segja ykkur frá í hvað Jóhannes ætlaði að hringja Þetta ekki Jóhannes Eggert? Jú Já, fannst þér þetta ekki fyndi? Jú Ég var að segja ykkur frá þessu Ég er aldrei lett í þessu Gaman að þessu Já Mér aðst alveg til að fullkóra þetta Beautiful Day hafi komið hann eitthvað Já, gert gott annars Jú Það ekki? Er það nokkuð druglaði? Nei Nei, ég ætla að ringja í fleiri og segja það frá þessu Þetta er svo gaman að þessu
Já, það er hægt að upplifa ýmislegt. Já, hefurðu lent í þessu? Nei. Nei. En takk fyrir að hlusta, kallið minn, og hafðu það gott í dag. Segjum það. Ok, bye. Þetta er ekki hægt. Ég er bara... Er þetta eitthvað? Já, ég hef, veistu hvað? Erum við að fara að spila þetta? Já, ég hef svo En gaman. mér liður illa, þá veit ég að hlustanda liður illa að hlusta á þetta. Já, þetta er þannig liður. En fyrir hvernig er þetta þá? En mér liður illa og hlustandanum liður illa. Já, það er bara holdt að líða. Er það gott útvarp? Auðvitað, þetta er bara óþægilegt símtal. Og heldur ég hef ekki heyrt þetta á feiklátur hjá þér þegar að skellta á? Þú varst ekki að hlæja? Jú. Nei. Herra, veistu hvað? Uppáhaldsliðirnir mínir eru nákvæmlega svona liðir og þetta er það sem ég ástæði fyrir ég alltaf að berjast þegar að fara í alnafnana. Því að mér bara svo, hvað gerum helgina og tala við eitthvað. Ég er búinn þá. Ég meina hundasögu hérna. Ætlar í hundasögu? Já, ég ætla beint í hundasögu. Ok, má sjá. Ég er bara að gleyma hvað þetta er vond. Hundasögur geta verið helviti vondar, sko. Já, er hún vond? Já. Ég meina, liðurinn heitir leiðilega sögur. Já, ég meina þessi verður bara dreiflega. Ég er að tala bara feldurinn og eitthvað slæmur og... Já, Jóhannes. Já. Blessaði við Bitti, vorum að tala saman, við urðum að hringja þig. Helvítið, já, heyrðu, þetta tengist hundinum. Hvað segir þau? Þetta tengist hundinum á heimilinu. Já. Já, hann er búinn að fara svo mikið úr hárum undanfarið því hann var að borða svo mikið þurrfóður. Ok. Nú erum við farin að gefa honum venjulega mat bara og þetta er árið allt annar, feldurinn á honum allt annar maður. Ég veit að svona ég veit. Já, og núna er þetta bara hann að hann fer ekkert úr hárum. Ok. Eftir að hann fekk þannig, sko. Já, þetta er skondið maður. Söndu þannig að genum að bara breytum fæði. Nei. Já. Það víst ég með á línunni. Hvað segir þau? Það víst ég með á línunni. Það var nú gaman að segja þér eina skemmtilega sögu á tíkinni, sko. Hún var náttúrulega 6 ára hjá okkur núna daginn. Við höldum ammæli fyrir hana. Við höfum alltaf gert það. Ok. Hún er partur af fjölskyldunni. Og það eru blöðurur og fleira hana og alls konar sætindi og fleira. Þú veist að Bitti mér baka mikið og elskar að baka honi í krakkana og í þetta skipti var hún í raunin að baka ofan í hundin en var með svona hundanammi, sko. Já, og hundinu tekst að borða þarna einhverja blöðru. Ok. Og hún springur og hundurinn borðar hana. Ég skal hafa blöðruborgu. Já, þú ert meiri ruggladurinn. Blöðrubólgu hundurinn. Áttu þú þennan? Og varst þú að finna upp á þessu með? Hvað heldur þú? Ég fæ að stela honum. Já, endilega. Herðu, nei, það kom svona í litur í kúkin þegar við skoðum kúkin og sagði, akkur er allir litur í kúknum, ég skil ekki alls konar rebbónans litir og það var að því að hundurinn var búin að borða blöðrurnar, sko, komst í blöðrurnar. Það er röndóttur úr honum. Hvað segirðu? Ég sagði að það er komið röndóttur úr honum. Já, það er það sem gerist maður. Tjöðli sjálfur maður. Anskotinn. Það var hundurinn fyrir blöðrubólgu. Jesus maður. Herru, ertu ekki fersku bara? Já. Hvað er að gera? Bara heima? Nei, jú, heima þessa stundina. Ok. Nettur ekki inn í það? Nei. Skýta við mig. Það er bara orðin haldrætningur, sko. Já, herru, tjöðli gafan aðeins maður. Já. Herru. Yes. Það er ekki bara heyrist þér óleitum. Bjalla kannski á það morgunum. Jú, endilega. Alveg, segjum það. Allt í finna. Mesta símtal í sögu. Hann er þá lífið. Ég var að skalla á þetta. Þetta er mesta símtal sem ég heyrst. Þetta er vond saga.
Vond, neða, bara allt við þetta var vond. Hvað meinur þau? Það er bara Já, þú veist, þetta átt að vera vond. Var það ekki markmið í þessu? Það er einhver botn í þannig. Nei. Þetta voru leiðilega sögur og ég trúið mér þessi liður stóðundi væntingum í dag. Getur við spilað þetta? Já, skoðum þetta. Ok. Já, hérna vonandi Hundur fyrir blöðrubólgu? Það var vel gert það. Já, karakterinn hafði mjög gaman að því. Já, fínasti brandari. Djöld fast ég líka að fyndi þetta með regnbóðslítum. Það voru leiðilega sögur og þær voru leiðilegar. FM 95 Blu í samstarfi við Dynout og Loop Zero. Hárrétt, það eru Loop Zero og Dynout sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957. Tilkynningin er komin út, drengir. Hún er rosaleg. Já, Mercedes Club, það er comeback. Don't call it a comeback. Don't call it a comeback. Þau verða í höllinni 31. mæ og Egill, hvað er langt hérna Mercedes Club kom saman? Ég er ekki saman að þetta sé stærsta comeback allar tíma. Er það ekki bara sé þegar þið voru 17 ár 17 ár? Já. 17 Og síðasta giggi. Já. Og við erum ekki verið að taka eitthvað 1 og 1 gig, eitthvað svona sæt, eitthvað svona, heyrðu, Landsbankinn endur eitthvað 6 sem borðið viljið koma. Nei, negativ, aldrei gest á. En aldrei. Hvað var síðasta gigi? Var þetta á landsmótunni þegar voru hérna grýtt niður? Nei, Hvað var ég held að síðasta? það ekki verið síðasta sko. Nei. Þetta feitaði út hann í lokin sko. Já. Friður kom á niðurlað okkur hann á sínum tíma handla hann í smálendinni. En þá voru þau samt bara Ef rétt þau að farið byrja. út náttúrulega, það hefði á fyrsta lega alltaf unni Eurovision. Já. Þú veist, í fyrsta lagi, þá erum það á hreinu. Og það hefði eskuleitað náttúrulega í fleiri gig erlendis. Mitt. En það tók alveg tíma að koma bandun aftur saman. Já, 17 ár. Nei, líka bara eins og Gasman, það var ekkert grín að bara finna hann. Já, hann er off-grid. Hann er off the grid. Hann er ekki með síma, hann er ekki með samskiptamil, hann er ekki með, þú nærði ekki í hann. Einu sensin að ná í Gasman er að hitta hann í gimminu. Já. Og málið er að partí hans er að æfa á sama stað á hann. Ég veit að segja við hann, Hansi, getur þú pikkað í Gasmannin ef þú sérðu hann á næstu. Ég ætla að láta hann vita af hérna The Comeback sko. Því alla aðra gæti bara hringt í. Hörðu hérna, hvernig líst þér á að mæta aftur og líka leiðilegt Gasman að sjá kompaki sem hann er partur af bara á netinu. Það er alltaf skemmtilega fyrir að fá. Hann er ekki on the grid. Já, Það er ekki ennþá búin að ná í hann. hann er off-grid sko. Það er búin að tala við hann en hann har aldrei séð trailerin einstar. Nei, hann mun aldrei sjá trailerin. Hann mun ekki svona heyra. Hlustar ekki þáttina neitt. En núna þekki ég Gasmannin nokkuð vel. Það sem hann gerast ákvæmt núna er að hann mun undirbúa sig fyrir þetta kvöld eins og keppa Mr. Olympia. Við fáum núna Gasmannin í álvöru standi 31. mæ. Er það ekki búin að vinna hans í 19 ára? Sko, hann er alltaf þykkt í honum. Ég get lofað því núna, hann hugsa byrju full lögutarshull. Ég kom á trommund að bera ofan. Fuck. Sko, hann verður í gimmun í kvöld svona 6 tíma. Minn uppáhaldsmeðlimur í Mercedes Club hefur alltaf verið partí hans. Hann mun koma sér í stand líka. Ég get lofað því sko. Já, hann er byrjaður sko. Ég held að hann hefði pantað sér bara kreatín í morgun sko. Þannig að þetta er Þetta verður spólað í gang. Og þú veist, við erum að tala við náttúrulega tökum þetta comeback alla leið. Þetta er bara, nú þeir bara að fara að finna hlýrabólinn, Rebecca fer bara í leðugalan og þetta er bara við kerjum þetta í gang. Þetta er svakalegt þetta er eitthvað sem okkur Steinda nú getur bara sagt, við ljúum ekki að hlustendum. Við Steinda erum búin að biðja þetta comeback lengja því okkur langaði svo að fjalla um það og ég held að þetta sé ekki til betra venue heldur en tróðfull lögadarsöld sko, ég væri til í núna drengir af því að nú er þetta bara komið út. Við erum að fara sko, það er bara comeback í höllinni. Þau eru að fara að koma. Nú þurfum við Hjöppa alltaf að koma og fara aðeins yfir Portugal þegar hann fór með ykkur hérna. Ég væri til að fá að heyra þetta frá honum. Sko, mér hefur alltaf langað til að gera auka þátt Mercedes Club bara í blökastinu en ég er að spá að fara lengra með þetta. Ég er að spá að heyra í King Allan og Hannesi hérna Þór. Við langar að gera auka þátt í tónlistamennir okkar Mercedes Club bara fyrir blökasti. Svo lengi svo með viðtal við Hjöppa þessa ferð. Það verður alltaf. Finnast það sem ég heyrtir að Hjöppi mátti ekki tala við bestu vinur sinna því að Valli vildi að þið fikk smá fría þegar það var risa gig framundan. Það er risa gigi, það kom einn ekki í rútinni að sendi Hjöppa aftast út og sagði hætti að tala við the band. Ég elski þetta. Hætti að tala við the band er rosalegt lína sem að fekka. Hjöppi verður að koma úr ræði. En farið eru Instagram annarkoti á mér eða Stoney eða Blondell. Þetta er inn á Reels og tjekkið á þessum award-winning trail og Átni Beinteinn
by the way, þú snillingur. Já, okkar besti maður. Rándi til eina sem ég fór að hugsa það hefði verið svona pínu töff að koma inn og bara herri, fyrsta sinn í 19 ár Messengers Club, ekki eitthvað bara þið séu betri en Queen og Madonna og Metallica. Leiðu mig bara að skrifa handritið af the trailer. Já, ég ætla ekki sem er langar að smíða. Hann sagði, sko, hann var ekki að tala um að vera betri, þetta er meira bara að það væri svona meira compact. Meira skemmtilegra og en sko, 17 ár. Er þetta 17 ár? Já, þú veist, það er rétt hjá Agli, ég minna allt hitt tónlistafólki sem er tekið fram að það fór ekki 17 ára pásu. Nei, það er þetta rétt. Ég hugsa ekki. Og þetta er lengsta pásu. Ég held að við myndum aldrei hendi eitt einasta gig aftur. Ég hugsa bara, það er ekki til upphæð sem sænar mig í a comeback. En ég er komin í a motherfucking comeback. Hey, don't call it a comeback. Ég er að fara á hljómborð. En ég get sagt þér eitt núna sem kom mér óvart, að Messengers Club er með 6.200 monthly listeners og það er impressive eftir 17 ára pásu. Já, sko, XD kerði þessu upp fyrir okkur hann í kostningabarátunum síðast. Svo kom Luigi og Husky og kerði í Old Fashion alvöru motherfucking remix, sko. Mér grunar að þessar tölur doblist næstu við tölum þetta eftir mánuð. Steiti alvöru peningur undir. Hvað ég að bjóða þér. Nei, ok, það er ekki. Nefndu með 3 stærstu lög Messengers Club. Ég myndi segja á þá er ég að tala um á Spotify. Ég myndi giska, ég veit það. Það er í efsta sæti. Í efsta sæti, það er meira frelsi. Það er rétt hjá þér. Öðru sæti lítur að vera ho ho ho. Það er rétt hjá þér. Í þriðja ætla ég að segja bass cut. Það er rétt hjá þér. Ég var að hugsa þetta, erum við að fara að taka bass cut? Þetta takiði bass cut. Það er rosasta laga síðan. Hvað heitir áttur upp á slæðan Sjöppa? Get the fuck out. Get the fuck out. Það er í 4. sæti. Já, sko, það er eiginlega besta lagið okkur og þá er ég tekið einsöng, sko. Ég veit ekki að Barði náði aðeins að vinna með röddina mér í því koncepti, sko. Þið takið alltaf 5 lög þetta. En sko, meira felsi en alltaf, sko. Við hugsaum alltaf, það var auglýsinga herferð fyrir Símán á síðan tíma. Ísland var veggfórað. Jón Gnarr á textan. Barði musical genius á lagið. Þetta er góð saga bak við þetta koncept. Nú er einhvað sem ég er að segja bara inn í beinni og kannski eru að fara fram úr okkur, en væri þetta kýtla Barði eitthvað, væri eitthvað sem svo nýju lagi, eða er þetta Ég sko, það var gaman að setja kaffibólla með honum og eitthvað segi gýr. Hann er snillingur. Barði geggjar. Þú gætir þurft að senda á hann einn skilabóð bara svona í kvöld í róleitum. Sko, fyrir hann að smíða svona lag, það er bara svo fyrir, þú veist, stenda bara hendina svitaskeinu, sko. But just another day er bara ekkert veist. Takk fyrir þessa Kannan með þarna. Talandi aukaþátt í blökastinu, ef við gerum aukaþátt Messengers Club, þá verður það Barða. Af því að sko, ég hef ekki hitt Barða síðan ég veit ekki hvenar, og ég var stærsti aðdáandi Ólafs. Já, hann var drullufindi. Ég hef hlustaði alltaf IKEA og hlustaði Ólaf. Munið, þetta var Tvíhjöði, Freysi og Ólafur saman. Rosalega line-upið á X-inum. Þetta er þegar að sko, þess að ég og Blöð, við höfum ekki podcast, skilum, við höfum bara live radio. Þetta voru bara prime time á Íslandi í live radio. Það hefur engin þáttur komið jafn sterkur inn, eins steiktur hann var og Ólafur á X-inu. Þegar Barði var að tala um allt væri svo frábært, hann var allt svo ömulegt einhvern veginn hjá honum. Barði að fyndið maður. Og hann er svo mikið tómurut og það er svo fyndið. Það er komment farin að trinja hérna inn á vídeoið. Við vorum að posta þessu á Instagram, við getum að horta á tilkynninguna. Þetta er geggjað comeback-vídeó og vonandi verið hljómborði í sambandi þetta skipti. Já, hvernig var það? Jóhannes hérna. Góður punktur Jóhannes, af hverju læri þetta hljómborði? Gætum við að setja það í samband? Getum við að deleta þessu kommentið á Jóhannes? Hefur þú eitthvað sómakend Jóhannes? Af hverju lærir við ekki bara lægi og tekur þetta live? Hörru, má ég hafa eitt, má ég segja eitt? Til að svara núna Stonefucker. Á sínum tíma fekk ég gagnrýni að ég væri ekki að spila píanó. Fór í kastljósið? Nei, við erum á æfingu, smálið, og kastljósið kemur aftan að mér, pikkar í mig. Sætli Egill og svona taka mig á slámóta læginu. Ég bara þetta er ekki plana, verðu, hérna, þú segist konar píanó eða ekki, kottið hann inn í píanó, tattu sólóið, kamerugæðin eldi mig, ég fer á hnén, din, rosaðasti sokkur in the history of Icelandic TV. Og ef einhver getur fundið hann að sokk, það væri helviti næst. Ég ætlaði að hendi meira frelsi en bara út af þessu. Við þurfum að taka ho, við segi hey. Og hér strax eftir það fyrir við spurningkefni gilsið annars þetta lag, ég lofa ykkur því, við erum tekið í höllinni 31. maí, farið inn á tix.is, tryggja ykkur með það. Moving, það er þetta lag verið tekið í höllinni, rísa tilkynning í dag. Ég er búin að bíða lengi eftir þessu degi. Messengers Club í fyrsta sinn í 17 ár.
það verður í sumar 17 Svo years þetta ago stuðlaða bara hvort að gasmaðurinn verði off the grid eða mæti. Hann mætir alltaf því að gata en professional. Það er búið að ná í hann, eða ekki? Já, hann er hon. En ég líka bara peppaðist við þetta lag. Láttir ég hlusta á þetta lag. Já, bara Já, við eigum sko meira frelsi og það í hólu. Þegar við taka það á eftir líka. Og Bass Cop. Já, ég var til að spila Bass Cop á þetta. Já, hvað er uppáhaldslagið þetta? Þegar nú varst þú í hljómsveitinni. Hvað er Ég hafði Segir þetta hlægjandi við? Sko, ég hafði líka gaman að Bass Cup, sko. Ef þú er að spyrja til dæmis bara Björn Jörund, hvað er uppáhaldslagið þitt bara hjá ykkur í Nei, menn þetta var a band sem ég var í, þetta er bara eðlileg spurning. Ég meina, sko, Ho-Ho var náttúrulega að gera allt vittlust. Sem breykaði ykkur. Meira frelsi var svona, það var svona Stærsta. Já. En sko, síðan er líka alltaf rosalegt lag með kónginu Haffa Haff, sko. Herðu, getur þess að heyri í hól. Sko, ég getur með þetta, fá hann frá retirement. Er hann retired? Já, ég skilur bara, hann er að höggva eldi við eitthvað staðar í köpöldu skirtu og sagði, Haffi, you coming back, sko. Já. Settum handrið á sviðið og látum að fara á það, sko. Ríf gamla góða tíma að fara á hestagiginu, sko. Hestagig, ég hef aldrei heyrt neitt tala gig sem hestagig. Við ætlum að fara hins vegar núna See Me Now. Það er sko, það er ótrúlega það sé ekki með fleiri spilarnir, sko. Það er ekkert eðlilega gott lag, sko. Það er rosalegt lag. Við ætlum að fara hins vegar núna í spurningkeppni Gildarans. Og hvað erum við að tala um? Þetta tengist náttúrulega. Já, þú varst ekki múin að segja. Ég veit ekki eins og hvað erum að fara í. King of Comebacks. King of Comebacks. Út af því að þetta er náttúrulega en old fashioned comeback. Don't call it a comeback. Þannig að, já, ég er svona velta fyrir mig hver af ykkur félögum betri að koma með að comeback. Eða þú er Messages Club, sem er einu virtasta hljómsveit í Ísland að koma aftur, sem er skemmtilegt. Já, King of Comebacks. King of Comebacks. Og ég er með 9 spurningar, vanalega tekið 7. Ég ætla svona að meta það í go hvað ég kött út og hvað ekki. Ok. Og ég hafði ekki tíma, ég var það ópeppast yfir tilkynningunni, ég hafði ekki tíma til að kötta það út. En eru það allar góðar eða? Nei, alls ekki. Nei, ok. Ef að frúin myndi sparka þar út á morgun, myndur þá koma með en old fashioned comeback á flöskuborðin downtown. Aldrei. Ekki flöskuborðin. Jú, Steindi. Nei, sko, Þú er mættur á átó með buxuna niður þig á morgun. Hættu, Ég er að gráði slá og leta strengi hérna. Það er alltaf glæpur. Það er að gera sér. En nú er ég bara að reyna að vera hreinskilinn. Ég myndi ekki mæta á flöskuborðin aftur. Flösku, þú voru að hafa ellin. Flösku. Ekki gleyma ellinu. Svo má ekki gleyma því að þetta flöskuborð stóti er búið að því að við náðu að klína þessu helvíti vel á mig. Því að ég get lofað ykkur að þið eigi fleiri flöskuborðinni, sko. 100%. Það er enda líklega Munurinn á mér og Steindi er ég líka aldrei að hlustinu. Nei. Stundum bara. Aldrei. Nei, aldrei. Ég myndi ekki auka við með flöskuborðin. En ég myndi vissulega sjást oftar niður í bæ. Já. Ég ætla að orða það þannig. Myndir eitthvað, og kannski er ekki á flösku, myndir þú fara á, var að tala um Kjarval eða Nínu, eða myndir svona. Ég væri komin að svona, já. Ekki endilega old fashioned flöskuborðin, en þú erðir í bænum. Blöðurinn er í bænum. Já, þú myndir sjá mig oftar í leigubíla. Er það ekki? Jó, ég held hann er oftar í bænum. Þú líka? Ég þóra við ekki það. Hvað, eru bara í pottinum að fróða þér? Nei. Þú myndir alveg fara niður í bæ? Nei, ég held bara ekki. Víst. Hætt að ljúga. Ég er ekki ljúga. Nei, heldur Hvað ætlar að finna gælur? Ég bara ekki kannski bara í kannski ekki bara á flöskuborðið. Nei, ég veit ég bara út á þetta lausu, skilur það. Maggi Leifs spyrjaði að kíkja heim til sín. Ertu að segja mér, er ekki oftar niður í bæ? Jú, kannski. Það er ástæðan fyrir sem ég er að segja, ég líð ekki að hlustundum, þú líður. Hvaða staðir eru með þinn aldur á? Jú, örgulega Kjarval. Það stendir sig ekki að ljúa, hann bara átti ekki að setja sig að sem er í þessu aðstöður. Hann ætla aldrei að fara að hætta með frúnni. Nei, ég er bara að segja, ég átti bara, er þetta með að sjá mig eitthvað bara á prigginu með, sko. Þú ert geggjaður í, ég verið með í bærum, geggjaður. Þú kannski fara oftar út að borða á eitthvað, vika og vika, þú myndir kannski nýta hana 15. og 1. og eitthvað. Verður í jager og splitta ger og búið stærstu þar, sko. Steindir stjórn. Snýr hjólinu. Þetta er þú til lífið besta. Ég er bara, Við erum ekki að setja sem var að gera. Nei, ég er reynd að setja mig í þetta. Ég er bara að segja ef, frú, þeir eru ekki að fara
við erum laus á morgun, ég bara að ykkur er sparka á morgun bara. En býtu, já, þannig að hvorur okkar var stiga, þannig að þetta verði ekki Já, ég skeit með flöskuborn, ég fatt að eftir á því er ekkert svo mikið í þeim. Þessi 1 og 1 Það var stemming. Finnst þið líklegt á Splicer og Gils að þið byrjum Dorm aftur og couple of Youngbloods mæta með að comeback þar? Það eru engar líkur á þeim. Sko ég er heldur gaman því. Það eru engar. Sko, ég verð að við ekki það. Mér finnst byrjum Dorm vannmeti stað. Ég veit að fara mikið að shit. Þú byrjum alltaf rétt, já. Já, sko þetta er máli, ég skil drullulega með Levanteströndina. Levanteströndin þar eru mökkaði Bretar, allir á að vera að stekja annað okkur mann og þú átt náttúrulega, þú býr nálagt. Nei, ég bý ekkert nálagt. 40 mínútur frá. Já, 50 mínútur neðar en 50 mínútur frá. Það er bara svo að keira til Keflavíkur. Það myndi ég segja að þú búir nálagt. Ég er bara að segja, sko, Benidorm mér finnst Benidorm kom með eitthvað reputation á sem eitthvað hræðilega staður. Ég það bara ósamálaði. Já, ok, munurinn á, ef þú hlustar á spurninguna af því að það er bara sturlaða gólfvöllur rétt hjá Benidorm sem hannaður af honum hvað heitir hann fyrir utan Tiger Woods, bestur allar tíma Jack Nicklaus eða eitthvað Við erum ekki gólgómar, við erum að fara að æfa gólf. Já, en Hugi fórum ákvað fyrir 3-4 mánu síðan eða 5 árum síðan og spilum gólf í 6 og geggja og við kíktum alveg til Benidorm þannig að hefur sagt heldur að við fyrir aftur til Benidorm. Já, það geta alveg dott inn. En ég og þú tvei á hóteli downtown Benidorm. Ég satt í með það, segjum bara nú ætlum ég bara að tanda fræði. Er ekki tenni bara með gólvöll og miklu betra place? Blöð, 2, röltinu og Levanteströndina, náum ekki 2 segvei hjól rúndum eftir Já, það er ekki að rifja það upp. Akkur voru svona fullir? Það var svo þunnur. Þetta var góð hugmynd þetta tæm. Það var fær heilahimnubólgu. Ég gef honum gammaliskjöð. Það var að lífgu upp á lífgu. Tóku við 4 daga alvöru rall. Ég held það er ekki sniðugt beint eftir heilanbólgu. En yfirleitt eru menn slakir. Nei, þetta var alveg eitthvað eftir sko. Þetta var nokkrir 2 mánuðir eitthvað, 3 mánuðir eitthvað. Við erum að taka róli á reyndar. Ég hlusta aldrei ekki á það. Flestir myndu gera það kannski. To this day held ég hef ekki átt slæma þingu og þegar við vorum þennan dag hérna. Þú eldir ekki á ströndina? Nei. Þú voru að segja paparazzi og þokka búið það sem sökkaði verulega sko. Ég man eftir þetta rúllandi. Það kom bara frétt það sem ég og Blöð vorum paparazzar og segvi hjálmann sko. Og Gils saman og Benidorm eitthvað þessu verður bara. Svo fóru þið beint og brekkunni í beni myndi því. Það var versta frétt. Nei, segvi hjólinn var verri. Þú slapstu hana Stóni sko, ég lofaði því sko. Hann var ekki eins og í henni, það stóð bara auðvun Blöndal. Já, hann var ekki með því. Þú varst ekki eins og með því sem frétt. Nei, og það er ennþá 0-0. Hefur þið verið á rúllöttuborði eða blackjackborði með allt lóðrétt, brennandi cash, giftir þig, spilaði betur og hendir í en old fashioned comeback. Hárrétt stig. Það ekki. Hárrétt stig. Þannig að þið hafið verið að spila illa, flesti standu upp að fara að sofa, þið haldið áfram, vinniðu gru. Já, en ég hef setið við rúllöttuborð þar sem ég hugsaði með mér, ég fer ekki upp á sofa fyrir 23 dettur og það hefur kostað mig, en þegar hún datt hún til þess að röð og ég var náttúrulega skettur eftir það. Málega er að ég er að comeback. Ég er alltaf litið á rúllöttuna sem þólum aðeins leik og maður það bara að hanga. Já. Áttu signature dance og allt goes to shit, þá alltaf þann dans í hólu for an old fashioned comeback. Ég veit ekki Jackson Áttu signature dance Stóni? Signature dance er náttúrulega á ekki Jackson hennan dans. Ég er ekki dýr. Þú er búin að taka næsta level sko. Það er alveg greinlegt að það var eitthvað danskensla 1 ára í króknum og allir fóru sko. Ég hef aldrei farið í danskensla. Jó, það hlýtur að vera því að þeir eru allir með sömu hreyfingar. En málega þess að bestu dansararnir á Króksson það er Manswes og Poop. Hugi náttúrulega Þriðji bestir húgimenn. Svessi bestir dansarinn. Landakus sucks. Við ætlum ekki að vera leiðilega við hann. Ég elska það meistur út af lífinu. Hann sígur. Hann læri Þóra námskeiðis sko. Hann kannari Jackson spórin. Þetta er Svess og Blöð sem er lang bestu Króksara dansar. Finnast í Jackson dans sem ég séð á æðum minni. Ég á þetta á Snapchat af öllum miðlum. Það er einhvern veginn að save it. Ég náttúrulega kann ekki. Það er þegar hann tekur þetta í Vegas eftir að, já, það fyndna sagan við þetta og ég veit að það er búið að segja hann á þér, hún er bara það fyndin að hann er nýbúin að eignast barn á þessum tíma og konan hans var að biðja hann að kaupa eitthvað fyrir krakkan skó og nei, þetta var eitthvað tengt eitthvað kerruð, eitthvað djöfilin og hann bara, herru, þetta kostar 26.000 geimumyndið eitthvað og ég vil hliðin á hann þegar hann er þunnur og etru og er að segja bara, herru, býðu með þetta og kaupin bara þegar þú komið heim
Ég man upp á hár, það kostaði 26, ég man ekki alveg hvað þetta var, en ég man verðin af því að hann keipti svo seinum kvöldi dauða drukkir á Jackson sjónu, jakka á 34.000 sem hann ekki farið í síðan, hann glýtur Þetta var Jackson blikka og ítt að taka og þar tekur Cuz finnast að Jackson þetta drullu flottu jakki ok, reyndar við tekja það tilbaka þar var Cuz einhvern veginn með álur dance moves. Nei, þú veist, þetta var það mikill stemningsjakki, hann blikkaði, þú ítt að taka og hann tók rosalegt Jackson finnir þegar við sátum í blackjack að gekk hræðilega hjá hann þá ítti alveg takk og jakki byrjaði að blikka og fór allir í gott skap það er alveg vel gert Það er ég á signustu dance Þessi jakki gerði svo mikið fyrir mig Það var 2-1 fyrir Blöð Steindi, við þurfum að fá þig aðeins inn núna ég velja að það spennandi heldur að hádegislimurinn komið með comeback hjá þér á árunu Nei, þú ert með það líka það Ói maður, þú ætlast að illa orða Hvað með? Hádegislimur Það er bara eitthvað nafn sem ég hef bara grunna ég myndi aldrei heyra Þetta var líka aldrei kalla það Þetta lítur að vera að kalla það í dag Ég sko, þetta er bara út af því að Ef það gerist, þá mun ég ekki segja frá því eftir Aldrei Þetta er bara út af því að maður tökur liftingarna eitthvað ég Hjötbi og Blöð Ég get sagt þér eitt núna Þetta hefur ekki gerst þegar ég sagði frá þessu Veistu hvað það er sett? Hversu mikið ég dút stemning var þetta þegar Blöð kemur og Þetta var ekki ég dút Þetta var ekki þannig Bara svo það sé á hreinu Þetta var ekki ég eitthvað að skoppa til Hei, veitu hvað ég lendi Hann er að matra Þeir tveir í bekk og þú mætir á æfingu Já, þetta var svo hræðilegt Þetta er ekki gott En hverju skiptir maður? Jó, þetta er ekki alveg dóttin Ég ætla að fá stiga Ok Þú þarf að pakka saman stóni Já, ég menna ég Dauða þar við því að minga munur og Hugsaðu stig. Ég sé það bara strax Hafðist þú líka stig? Ég vona að þetta gerist, já Þú líka hátegispennislu? Nei, Ég held að ég einhvern veginn tenda bara við Þú veist, flesti gera það En þetta væri stemning Já, þetta er spennandi, 3-2 Heldur þú að koma með comeback aftur í fjölbílið og fyrir að eyða deginum að benda penis allan daginn? Nei Ólíklegt Það var í geðveit Ég get alveg sé fyrir Ég mér myndi sjá þig millifara aftur í fjölbíliskóm eins og Gilsi er að Hvað tengist það við það? og fer svo aftur í sundlaugina Það var í rosalegt Ég sé nú alveg fyrir mér að fara einhvern tíðan í fjölbíli Nei, það þurfum fjölbíl aftur Jó, hvað minnur það? Nei, Af hverju ekki? af hverju þú bara aftur í Fyrir að krakkatunum færðin út Já. 100% Já, þú Ég kannski 60-70 ár Já, ég er að segja, þú veist en Hvað heldur að Teddy farið bara út fyrir hann í 65 ára? Ég sé bara ekkert frá Stóni að fara að losa og fara aftur í Ég reyndi að vera að viðkynna það Gamla settið mitt til dæmis átti einbílshús og nú er það í því fjölbíli sko Þannig að þetta er meikalega senn sko Já, bara eyði peningnum bara í ferðalögu Reynda að ferðast ekki neitt en samt fór í fjölbílið Það var svo það er Þannig að Mál er að eldra fólk, sko, það er svona suma típur, sko gamli skólinn er ekkert mikið að ferðast Nei, og Það er nýji skólið í Já, einmitt Hollywood, við sko, mér langar eitthvað ellendis núna Já, við erum nýkonur heim Við erum með mikið að too greedy Nei, ég veit Já, þetta var hálfstík Nei, ekkert stig Heldur þú komir í með að comeback Ég var aftur graður á Facebook Nei Það er dött Það er dött Það er alveg Ég ætla að vona að sáblöðu sér döður Nei, hann er döður Veistu hvað myndi gleðið mig ef að Þú veist að blöðu kem aftur Ég Ég myndi aldrei bara hendi í status aftur Aldrei, sko, það er ekki bara að gera Það má ekki gleyma því að í dag er líka stefnumóta upp Það var ekki að það Þá var maður bara að segja einn heima og horfa Hálslappur eitthvað Ég bara Jöfusvesen á mig Hefði ég verið kvennmaður með áhuga á blöðurum á þessum tíma Ég hef bara verið svo hrættur að smitast af einhverjum sem pestu Það var svo mikil veikindi að Ég skrif aldrei djöfusins vesen á mér Nú ertu með smitten og Tinder og þessi rassa upp sko Það er ekki til þegar við félagarnir vorum í þessu sko Það voru bara Facebook sko Hörru, blöðar að taka þetta reyn eftir Hefur Gerla sagt við Dís, sálverið comeback og Steinda Fokki Junior í kvölda Segðu já og lokum þessi X Segðu bara já Alveg comeback Þú var svo steikt Já, byrjaði illa, reymst í gang Það er það sem gerist það Rosalegt að segja Segðu bara já og lokum þessi 3-3 Steinda Fokki Junior Og þau er heitt þetta, segðu það Viðurkenndu það Þú hefur heyrt þetta og segðu það bara Er þetta styrkt? Nei, auðvitað ekki Já, ok, blöð King of Comebacks King of Comebacks, don't call it a comeback Nei, flottu til Þetta lag er ekki verið spilað í FM 95 blöð í einhver ári Þetta er hittari, Live My Life Þetta
Þetta minnir mig á bara, þetta lag kemur að glút svona 2011-2012. Þetta minnir mig á pöpana sko. Já, klúbana. Þetta rugl. Minnir mig á klúbana. Það styttist í brandarahot, pappan Steinda. Já. Og það sem við ætlum hins vegar að gera á undan Egill er að þú varst að segja okkur að það verði búið til lag. Herru, það er búið að remixa Rússan. Herru, það komið frétt á Vísi hérna. Já, Mercedes Club snýr aftur. Mercedes Club snýr aftur, maður. Þetta er náttúrulega bara, þetta er huge. Ertu að fá flashback frá því að þú varst á turnum hann í þess að 3 mánuði? Ég þú fattir í hvernig það er að vera í svona bandi í 3 mánuði. Þú er drepist. Þetta var bara álag. Já, ég meina þetta er eitthvað sem að, við þurfum bara að ræða setna. En svona reynskili, hvað heldur þetta að vera mörg gig á 3 mánuðum? Endalust. Ég bara, það var alveg sport náttúrulega er að machine. Þú voru átt af því að blöða Þið voru eftirlega bara helgar. Nei, við skilta það Valli bara smíðaði gig. Hver var að panta Mercedes Club á 3. Nei, hann bjóð til giggin. Valli hugsaði út fyrir bóksa. Þú voru átt af því að blöða búin að skemmta allir helgas í 20 ár. Já, ég veit, allir helgar sko. En ekki virkað á það líka sko. Það sem við vorum að gera. Það voru þið bara að fylla valaskáp. Einu sem við gerðum sko. Ég elski það, það er comeback og ég finn bara þetta ekki. Það er alveg hiti fyrir þessu comeback. Fyrsta verkefni verður að finna gasmanninn. Ég vona að það takist. Það takist alltaf. Hann er off-grid. Series 4, ég hitti hann reglulega í ræktinni. Já, hann er toppstandi. Þetta er toppstandi. Sendu mynda sér. Ég ætla að sína ykkur hann bara þegar það er komið lag á henni. Hver hann aldrei undir 4%? Sko, við erum að dátta að CS-mann er svona eitthvað típa sem að það er líka svo góður það er ekkert margir svona til. Hann hefur aldrei á ævisinni smakkað gos. Hann hefur aldrei tekið sopa Pepsi Max, aldrei tekið sopa Pepsi. Gósi? Aldrei. Þú veit langar bara að leiða honum að smakka Pepsi Max. Hann bara hann er ég get ekki að lýsa þessari típu. Það er engin svona Íslendingur til. En ef segir þessi kæmi heim til mín, við myndum bara alltaf aðeins að hanga Billy Madison. Hann myndi ekki snerta neitt af neina. Ég myndi gera einhverja bestu eðlu sem hann geti fengið. Hann myndi að horfa á hana. Og Pepsi Max eða Vojtja og hann alveg fá sér eðlu. Nei. Í alveg. Hvað myndi að fá sér? Það er leiðilegt líf. Hann setur bara, hann fær sér pönnu, setur ykkur hnetur á það, steikið þar upp úr ykkur og narta svo bara þær. En ég meina Þið áttið ekki á, það er enginn á Íslandi eins og CS-mann, en það er hann sko, eins og fólk með sjá á sviðinu hann í 31. maí sko. En byrju, Pepsi Max er hérna 0 calories. Já, en hann er bara, hann er svolítið next level í þessu koncepti. Það myndur ekki bara fitna við að koma heim til okkur. En svo á móti kemur að sérðu kennitöluna og horfur á hann og bara fótt, jú, þetta er vel út maður. En hvað þyrfti að borgunum ekki verið að borða heila eðlu? Bara eldföstu móti, June hendur í eðlu? Ég vil til að vera þegar það debate dettur inn. Það er ekki bara gert það bara hljóta. Það segir sér þá væntalega sjálft að hann er ekki heldur smaka áfengi. Nei. Ef hann ekki smaka gós. Þessi þáttur sem þarf að gera ekki áfengi, ekki gós, aldrei borða KFC, líklega ekki pítsusnið. Ég fatt ekki alveg þessi gæi þetta er bara að rótöld að sé ekki búið að taka hann í eitthvað spjall bara hérna. En veit hann að maður lifi bara einu sinni? Já, þú veist, þetta er eitthvað sem ég geti sett ykkur 2 saman. Ok, það er góða líkur að annarkvort Allan eða Hannes Þór Arason sem gerir tónlistamenn okkar með okkur. Við þurfum að gera þátt Getið tekið eitt svona takkið með einsla að ég fara heim til þess og skoða hvað hann borðar. Ég bara hitt ykkur öll. Getur tekið einsla og komið með hann heim til mín og ég gefa hann að borða. En byrju, hvað er þetta? Já, við ætlum að fara í áðurum förum í Pappan Steinda. Tónlist, tónlist er aðrið. Byrju, hvað? Þetta er 70 sekúndna, þetta er lag í rauninni. Málið er að þessi gæi nágranni Kolb í Kolbillun á Tenerife sem sturlaðist. Já, þegar partíið var. Já, eitt smá backstory með þetta. Klukkan hana er 8 20:00. Þetta er ekki nóttina. Vanalega er fólk kvartar eftir minnati 2 nótt eða eitthvað. Gæin er öskrandi klukkan 8. Það má vera með partí. Því að svo ringja henni lögguna, eins og að segja hann í lokin, alltaf ringja lögguna. Löggan kemur bara, hörðu, klukkan er alltaf bara 8 sko, hann getur mikið verið með eitthvað mikið vesen sko, gæinu hliðna er nokkuð brjálaður sko. Og hérna, já, og Queen Selma Björns næri þessu vídeo og það er búið til lag úr þessu. Þetta er bara techno lag. Ég er ekki búin að heyra þetta lag. Þetta er 65 sekundur, þetta er besta lag sem ég heyrt. Hér koma 65 sekundur af nágranna Kolb þegar hann hélt upp ammálið sitt. Tjekkum á þessu. Dæ, motherfucker.
Þetta er rosalegt lag. Þetta er eitt besta lag sem ég heyrti fyrsta lagi. En öðru lagi, hvernig ég hef aldrei heyrt neitt vera svona brjála. Ég hef ekki heyrt svona reiða mann. Þetta er next level brjála. Það reiður einhvern veginn að maður komur óvart en bara lappaði yfir bara með haglabessu. Já, ég meina þú veist bara satt, slökkvið á þessum græjum núna. Hann hefði bara getað lappa líka yfir og sagt þeir að læka pínu. Nei, hann öskar. En það vissi ekki af honum. Nei, út af því að partí er hinum við hérna húsið. Við vorum að skemmta á þessum tími í saman. Shit, hvað þetta, ég heyrist í ykkur í bakgrunum. Þetta er að finna sem ég hafa minn heyrt sko. En talað fyndnasta sem ég á æfum minni heyrt, það er góð tenging inn í næsta dagskrárlið því að Pappan Steinda er brandara vel og nýjasti liðurinn í F95 blöð er brandarahótt Pappan Steinda og við Egill þurfum að giska á pönslæni. Já, brandarahótt. Ég held þessi búin að vinna í bæði. Já, blöð er alltaf miklu betri. Sko, brandarahótt pappa míns, senior slæra letta strengi giska á pönslæni og nú er keppni hafin og Egil, þú verður samt að giska, þú ert alveg hættur að giska. Já, þú verður alveg að giska núna. Og eru það klárir? Egil, þú klár, Öddi, þú klár, fyrsti brandari mæti núna. Hverju svaraði gigtasjúklingurinn þegar læknir spurði hvað væri að? Hverju svaraði gigtasjúklingurinn þegar læknir spurði hvað er að? Þetta er eitthvað orðagrín, sko, hann er einn orðagrín. Hann er alltaf ný, hlustu hvað hann sendir alltaf ný vaknaði brandarinn, hlustu það. Hverju svaraði gigtasjúklingurinn þegar læknir spurði hvað væri að? Sko þetta er eitthvað, hann er með orðagrínin sko. Hvað er gikt eftir með þarna? Þetta er erfitt. Ég er að hlusta á því fiskiti líka. Ég geti nánast ekki þátt. Egil, giska þú undan núna? Giktasjúklingurinn, ég meina hvað sagði þið giktasjúklingurinn? Ég ætla bara get ekki giska og ég hef bara ekkert svar. Hvað ég segja? Þetta er bara ekkert, ég er bara. Þið megi alveg segja pass. Ég er blanko. Þið megi segja pass. Nei, já, ég veit það ekki. Maður verður að giska því. Nei, það er eitthvað bara. Bara þetta er eitthvað, er það pass? Já. Bara fasti liðin eins og venjulega. Þessi er nú bara alveg Við gefum þetta. Þessi er ekki. Þetta er ekki að besti sem við komum líka. Bara fasti liðin eins og venjulega. Það eru nokkurir. En náttúrulega vinnur enginn við giskum ekki. Já, þið verður, sko, ef þetta er eitthvað hug, þá giskið. En svo ætti þetta að vera, hvorið með skárra svar þó þessi ekki bönnsæðinni. Já, ég er til í það. Ok. Næstu. Af hverju opnaði Jón alltaf mjólkina út í búð? Akkur opnaði hann alltaf mjólkina út í búð. Ég veit. Eitthvað sem, það veist þetta. Ekki bara eitthvað, svo eitthvað, það renni ekki út eitthvað grín. Nei, því að stendur opnið hér. Ok, þessi er rosalur. Við grunnar það. Stendur opnist hér. Stendur opnist hér. Ok, þessi er rosalur. Það er hárið og blöður 1-0 blöður. Eru króksararnir þekkið þessa brandara? Já, þetta er svo sami brandarabók á króknu. Já, svo kemur næsti. Hvað sagði veggurinn við hinn vegginn? Þessi nú klassískur maður. Veggur, blöð, þetta er svolítið your shit sko. Veggur við hinn vegginn sko. Sjáumst á horninu. Hittumst á horninu. Já, hittust á horninu. Blöð, það er ekki eðalega góður í þessu. Þessi var gammal. Þessi, nú kemur eitt feskur sem er gott. Af hverju spurði? Nei, veitu, þetta voru mistök. Hann sendi aftur. Næsta. Af hverju starði Jón upp í loftið? Af hverju starði Jón upp í loft? Já, hann byrjar að svara, kannski ekki bara spila svarið. Af hverju starði hann? Af hverju starði Jón upp í lofti? Já, það geti. Af hverju starir einhver svona upp í? Ég geti hugsað þetta í svona 2 ár, ég get ekki komið svar. Þannig að þetta er svolítið blöð, þetta er svolítið Hollywood sko. Ég hef ekki hitt þennan. Þú ert bestur í þessu sko. Af hverju starði upp í lofti? Starði Jón upp í lofti? Hann er svolítið góður, vil ég heyra það? Já. Sagði við hann að það væri fljúgandi hálka? Fljúgandi hálka? Það sagði eitthvað við hann að fljúgandi hálka. Það er núna úti alveg fljúgandi hálka. Það var eitthvað sem sagði við Jón, það er fljúgandi hálka. Jón horfði upp í lofti. Þessi var þetta bara fín. Mjög góður og það er næsti og þá, ég geim alltaf bestu það til síðast. Þetta er rosalegu brandari hérna, hlustu þið. Af hverju hendi Jón gítarnum sínum? Af hverju hendi Jón gítarnum sínum, alltaf Jón? Ég elska þú veist hann að taka undir. Þú veit að fara svo vitra stæði. Þú ert byrjað að tala meira og meira alltaf eins og pappi. Þú ert byrjað að taka undir brandarana. Herru, hérna, okkur hendur hann gítarnum sínum. Okkur hendur þú gítarnum, skilur. Ég er blanko, Egil, erstu með þetta? Okkur hendur Jón gítarnum sínum. Henda gítarnum sínum? Veistu það ekki. Hvað getur verið að gítarnum? Hvað er á gíturum sem er svona svolítið fráhrindandi? Þró, eitthvað, nei, ég veit Segðu ykkur svarið? Já, hvað er með það? Það er svona Því það var gata á honum. Gata á gítarnum. Það er helviti góður sko.
Það var 1-0. Nei, ég var með 2 stig. Já, 2 hittast á hotinu maður. Rándirstig hér, þetta var Brandarhótt pappa Steita. Og það er eitthvað sem verðum að gera. Þá er það að fara með 2 til Dublinar. Já, pöppunum. Já, ég segi við látum það gerast árið 2025. Það er svaka þetta myndi gerast. Já, ég þekki það báða. Þeir myndi ekkert hata frí að ferja til Dublin. Nei. Þó að þeir verði myndaðir allan tíman. Já. En sko, það var verið að tala um Comeback Messages Club og sem verður 31. maí. Ég þarf að rifja þessu upp piano konstantí. Það var tilkynning dagsins. En það má samt ekki gleyma því, drengir, það stærsta sem gerist og við erum með fullri virðingu fyrir okkar sjói. Stærsta sem gerist í höllinni 31. maí er að þessi er að mæta. Hann heitir Timmy Trumpet og það er engin stærri á sviðið en hann. Rétt. FM 95 Blu í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll og Pepsi Max. Hárrétt, það eru Keiluhöllin Egilshöll og Pepsi Max sem fær ykkur FM 95 Blu hér á FM 957, drengir. Síðasti dagurinn í janúar, það er loksins að dættin februar. Herðu, djöfull flaug tíminn, drengir. Hann er tími 3. Klukkan er bara að vera 6. Það er að gerast þetta. Þetta flaug hratt í Næst dag. erum við 7. feb. Það er svolítið að skári mánuður. Við áttum eftir þekki eða ekki. Já, tökum það bara næst. How do you do fellow Herðu, kids? við fórum ekki sem þekkið ekki. Já, tökum það ekki bara næsta föss. Það þýðir að sé búið að vera gaman hjá okkur. Það er eitthvað alltaf þægilegt fyrir mig að eiga inni 4 spurningar í þekki ekki því að ég finn það er orðið helvít erfitt, sko ég fekk fullt sent frá fólki á Insta, samt var erfitt að hendi í 4 spurningar, ég er búin að spurja ykkur að öllu næst í. Já. Ég held að þurfum að fara að taka brainstormfund nýja liði. Það þegar við erum, við erum að gera það, út að borða. Þetta minna á kljóðan 18 og þá kemur rosalega þáttur með Dr. Recommended með Dr. Viktor sem er King. Minna á hann, kljóðan 6 eða við erum að hella í ykkur. Svo er loka þátturinn á Draumahöllinni í kvöld, drengir. Síðasti þáttur, 7. þáttur. Já, bara 6 þetta, hvað var gömlega 8 þetta? Já, það er bara orðið sjálfgjafara. En loka þáttur og öll serían er inn á Stöð 2 Plus. Það er 8 þætti af draunum. Já, það er 8 þætti af draunum. Alheimsdraumurinn. Herru, ég er alltaf að hitta lið sem heldur að kosti 20.000 mánuður með Stöð 2. Það kostar 3.9. Já. Það er 2 fjórar. Það verður með Stöð 2 Plus. Þannig að þá getur þú horta á alla Draumahöllina, Banna að hlæja, Einastjörnu, allt sem er búið að vera nýlega og svo bara endalust af, þetta er bara gullkista, bara fjársjóður og gömlu dóti. Stærsta efnislega landsins, 3.9. Hvernig er við byrjað á þér, Egil, því að ég veit helgina hjá Steinda, hvernig er helgin þín? Já, þú veist hvernig helgin hjá honum bara er. Já, við erum að fara að skemmta annað kvöld. Ég lendi frá Teri fyrir 70 síðan og ég er aðeins svona komið smá jafnvægi hérna í vinnun, þetta er vinnuhelgi og undirbúið fyrir súbbólpartíð sem er sundaginn til viku. Já, ok. Andlegur undirbúningur að hafa svolítið fyrir það. Þannig að ég er ekki að gera jack shit. Við þurfum að fá e-mailum og róli helgi bara. Já, við þurfum að fá St. Pete skýslu með leikinn. Já, við þurfum að fá að vita hvað er að gerast það. Pete, þá bettið núna. Talandum Pete, það myndi mig á eitt drengi. Það er að koma nýtt FNÍ blalag út. Blalag? Herru, FNÍ blalag, blalag. Það er að koma sem heitir Hver er svo besti? Já, hann kemur núna í februar. Það er að koma snemm í februar. Við verðum að klára það. Það má ekki vera mikið drulla með það, sko. Mér skilst að það sé bara alltaf smella. Þannig að það sé bara, það er mjög stutt í það. Við tók þetta lag 5 ára í kirkju. Ekki kirkju, í hvíta Harður Jay-Z maður, eins og ég. Já, það er náttúrulega búið aðeins að tjása upp á lagið. Já, þetta verður þannig að afið minn Auðun Blöndal, hann mun snúa sér í gröfinni. Nei. Heitinn. Þetta er basically, máli er að ég get alveg loðið því. Ég man eftir nafna mínum, hann var ekki hrifinn á svona tónlist. Nei, en það er bara orðið rosalega sjaldgæft í dag að fá sko stemnings Jay-Z lög. Varst þú ekki að tala um að ég er að finna að stóru hlutir að gerast, það er kirkjusóknir búin að aukaðast og Heru, það er rosalega, þetta er sko málið þetta lag er að koma fullkomnum tíma af því að bara Jay-Z menn er að keyra þessi gang. Nei, sko, Jay-Z menn er ekki bara að keyra þessi gang, heldur sko miklu meira það var að koma. Ég blöðum að fá svolítið svona, við erum búin að peppa Jay-Z núna ykkur, ég veit ekki, 10-12 ára. Er þetta svolítið Don't Call It a Comeback? Já, nú var allir einhvern veginn komnir á þann vakt, sko. Og hlegið að mér að blöð fyrir nokkrum mánu síðan. Það er ekki hlegið í dag. Það var nokkuð verið að hlæja Nei, þú veist eitthvað skít. Herru, ég er ekki að finna fréttina. Nei, bara hægur. Sko, málið er að það kom frétt í dag. Það sem að það er sem sagt viðtal bara við prest, sko. Og hann var að segja að kirkjusóknin er orðin svakaleg núna. Það er verið að gefa nú sko hjá yngra fólki? Já, málið er að fólk er að skrá sig úr þjóðkirkjum, það minkar alltaf. Nei, það stóð í fréttinni. Já, ég er ekkert að bulla. Með tímanum hefur verið að minka
fattaru, aðsókn þjóðkirkju, bla bla. Færðu, frábær saga. En núna undanfarið. Já, þetta gæti viðlast að sagja. Nei, ungt fólk í dag. Það liggur ekki á, 6 mínútur. Sérstaklega ungi drengir. Þeir eru farin að skipulegja messu hittinga og fara saman í messur. Þetta er að gerast sko. Það er eitthvað að gerast inn í kerfinu, Dryggir. Hvað er að gerast í kerfinu? Það er bara allt að fara hérna því að ég ítt á eitthvað sem var að gerast. Hvað er það? Það er ekkert að gerast. Dokk hérna, ok, hann er næstur. Átti hann að byrja strax eftir okkur eða? Já, sko, þetta er 5 Dr. Recommended, þetta er 18.00. Já, ok, þá er þetta í lagi. Já, er þetta í lagi. Þetta er ekki vera að fokka í Dr. Recommended. Nei, ég góða helgi, kæru hlustendur. Þetta er búið. Við ætlum að enda þetta glænýju lagi með Issa sem heitir Gleyma. Og það er okkar besti maður, Valdimar Guðmundsson. Já, og þetta, sko, málega það, ég hef ekki heyrt þetta lag ennþá. Ég er spenntur, ég er að fara að heyra í fyrst geti. Og þetta eru 2 kannónur að gefa út nýtt lag, Gleyma, Issi og Valdimar. Heyrust við á þriðjudaginn í Blöðkastinu, annars bara eftir viku. Góða helgi og hér er Gleyma með Issa og Valdimar.